Góðan daginn og verið velkomin í mitt fyrsta podcast. Ég heiti Snorri Björnsson og er stjórnandi þáttarins ásamt engum öðrum. Mér hefur lengi langað til að búa til minn eigin þátt. Held mér að það tekist að fresta því í 3 ár núna. Þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu verkefni. Alltaf þegar ég bar þessa hugmynd undir vini mína fékk ég spurninguna hvað á podcastið að vera. Podcastið sem slíkt á ekki að vera neitt sérstakt, en ég legg upp með að fá aðila sem mér þykir áhugaverður, einhver sem er virkilega góður í því sem hann gerir til þess að setjast á móti mér og spjalla við hann eins lengi og hann nennir. Niðurstaðan er vonandi skemmtilega sögur sem þið getið sótt innblástur í eða lært eitthvað. Ef þið eru að hlusta á þáttinn í podcast-appinu þá vil ég láta okkur vita að það er hægt að horfa á hann á YouTube líka. Ef þið eru að horfa á þáttinn á YouTube þá vil ég láta okkur vita að nummer 1, þetta er ekki Frús-stúdíóið eins og 14 ára litli bróðir minn benti réttilega á þegar framkvæmdu var lokið. Númer 2, ef þið viljið svissa yfir í audio only, þá mæli ég með Overcast-appinu. OVERCAST. Þátt. Fyrsti gestur í podcastinu er engin annar en Björgvin Karl Guðmundsson, góðvinur þáttarins og einu sinni 3. hraustasti maður heims. Núna bara 50. hraustasti maður heims, en það er comeback í vinslu. Meir það hér á eftir. Það eru nokkur ástæði fyrir að fá Björga sem fyrsta gest. Stærsta ástæðan líklega svo að sá sem átt að vera þurfti að beila á mér og Björgvin var til í að stökkva inn í staðinn. En svo eru við líka búin að fara í gegnum mjög skemmtilegt svona media/Snapchat ævintýri saman sem að hófst einhvern veginn svona. Góðan daginn, nú á Snapchat. Ég heiti Snorri Björnsson og ég ætla að sýna ykkur frá CrossFit leikunum 2015. Mikið ofboðslega er strákurinn á Nóa-snappinu yfirvegaður og vel að máli farin. Og Björgvin lappar fram og sækir! Þetta er ótrúlegt! Björgvin Karl er í 3. sæti á CrossFit Games 2015! Utan þess að sína frá heimsleikunum í CrossFit í gegnum Snapchat á þessum tíma þá tók ég líka viðtöl og mikið behind the scenes efni yfir keppnina. Björgvin Karl, 3. hraustasti maður í heimi. Hvernig líður þið með það? Málið er bara að Björga finnst best að svara öllum spurningum í cirka 3 orðum. Mér líður mjög vel. Nei, nú kemur Björgvin, þú svarar alltaf bara með 1 eða 2 orðum. Jafnvel þótt hann hafi sigrað mörg fyrir CrossFit-aðdáendurinn að núti og í fyrsta skipti komist á sviðsljósið á heimsmeistaramótinu í CrossFit. That is so epic. That is so epic. Like honestly, you know, I've been with him for a long time and he was doing mirth in training in Costa Mesa against Dan Bailey and Dan Bailey smashed him. From Iceland, Guðmundsson will take event number 3, Murph. I really don't know where he got that from. When he came out, it was like we hugged, we high-fived, and I asked him, like, where did that come from? It was like, on the last run, I really wanted to walk, but I was just thinking about the money. Björgvin sigurvegari! So impressive. Þú sagði við þjálfaraðinn í morgun áður en við vissum að þú kæmist á pall að þú myndir kaupa svartan Benz ef þú myndir vinna. Ég er að fara að kaupa með Benz. Ég er ekki að grínast. Ég átti Benz þegar ég var 17 ára og mér alltaf langaði aftur í Benz. Akkur seldur hann? Ég seldi hann til þess að geta eftir CrossFit. Mér langaði að forvitnast það hvernig maður fer frá Stokkseyri yfir í atvinnumennskuna í Los Angeles, 3000. sæti í Open yfir í 3. sæti á heimsleikunum, hvað maður þarf að borða, hvernig maður æfir, upphittanir, andlegu hliðina, peninga og þjóðhátíð. Björgvin byrja að spjallið okkar á því að koma með hugmynda nafni á podcastið en honum til varnar getur enginn verið góður í öllu. Bjóðu velkominn, fyrsta gest, Björgvin Karl Guðmundsson. Hendi þetta? Yes. Fyrsti þáttur? Viltu kynna þáttinn? Nei, ég veit ekki hvað hann heitir. Podcast Snorra Flotta. Það er þetta góð pæling. Já, sendi mér hann allan daginn. Ég var líka eitthvað svona að leggja mig, vaknaði eitthvað. Ég myndi hvað podcast heitir og ég eitthvað. Já, næs, ég þarf alveg að checka því hvað ég ætla að kalla þetta. Podcast Snorra Flotta. Já, nei. Herðu. Já. Björgvin Páll Gústafsson. Crossfitari með meiri. Blessaður. Velkomin í fyrsta podcast. Takk fyrir. Mikill heiður. Þú, við hefum svolítið farið saman í gegnum þessa media rollercoaster hjá mér. Já. Byrjar í Snapchat á Games 2015. Já. Sem voru... Var það í Mallorca 3 vikum fyrir eða var það í LA? Já, það var LA. Já, það var LA. Þetta var sko... Við þurfum náttúrulega að tala ef við erum að fara að tala eitthvað á þínum ferli í þessu podcasti, þá var það Games 2015. Já. En það er þetta var
Ég fer sko út til Mallorca. Þið haldið áfram til LA, ég fer heim og síðan var ég bara að kreifa að halda þess áfram. Af hverju? Út af því það voru allir bara eitthvað, já Snorri, komdu með okkur og ég eitthvað, nei, ég ekki að fara með eitthvað, þau eru að fara á games og ég þarf bara eitthvað að fara að vinna og síðan kem ég heim og ég bara eitthvað, herru, hvernig er ég að blekka? Ég bara, þau eru með hús þarna, þau eru að æfa, ég bara neldi mér út í 4 eða 3 vikur. Talaði við Cytec. Já, Cytec, alveg rétt. Þeir vörguðu þeir ekki eitthvað með það? Jú, alveg rétt, ég fekk sko, ég rauninni fór út til þess að mynda ykkur. Fyrir þá, aðalega. Fyrir þá voru þið sponsað þeim. Já. Það er ekki í dag. Nei, ekki lengur. Eitthvað minna. Var þú og Sara ekki bæði sponsaði? Jú, það var gott move hjá þeim. Og þú veist, þetta var 2015 games. Þau kóluðu þetta. Já. Þetta var líka, ég man svo vel eftir þessu. Ég var alltaf í bandi við Lukács Imre hérna. Já. Hvaðan var hann? Hann er frá Úkraínu eða eitthvað. Já, eitthvað Úkraínu eða eitthvað álíka. En sko gæinn sem að connectaði mig og Söru held ég við Cytec var sko Lazy Kovacs. Já, ok. Manstu ekki? Jú, það er rétt. Hann var náttúrulega legend. Hann var nefnilega legend á þessum tíma og bara eitthvað geðveitt að geta verið með sama supplement sponsor og Lazy Kovacs og þeir bara eitthvað, þú veist, ömurlegur samningur með alveg sama. Viltu bara vera hjá, þú veist, Cytec eitthvað. Já, líka á þeim tíma þá var þetta þannig að það var ekki eitthvað mikið hæp í kringum CrossFit. Nei. Eins og það er í dag og þú veist, þú varst sem ég bara til að vera sponsorar af einhverju. Já. Trúi. Eða þú veist, út af því. Jú, maður var basically bara ekki það. Maður þurfti bara, þú veist, eða það var hægt að, út af því, þú vissir alveg að þú varst, varst ekki búin að qualifya einu svona games. Já. Og þú veist, það var enginn að fara að sponsa þig eitthvað, 1 milljón á mánuði en eins og þess, þannig að þú varst bara eitthvað, ok, eða geta að borga próteinduftið mitt, það var í góður. Já, það var alveg, það var alltaf lagi þá. Já, ok, bökkum samt aðeins, byrjum svolítið á því að þú ert ekki Hveragerðingur. Nei. Þú ert Stokkseyringur. Já, ég, fæddist í Keflavík, byggum í fæddist í Keflavík. Fæddist í Keflavík? Já. Ok, mamma er frá Keflavík sko. Já, ok. Og öll ætti minni þar, eða helmingur ætti hennar minni þar og síðan flytjum við, eða við byggum á þessum tíma sko á Þórshöfn. Mamma fór bara til Keflavíkur bara til að, þú veist, ég veit að ég eiga mig eða eitthvað. Þess bara þegar var röglega fæðingardeild á Þórshöfn eða eitthvað líka. Og svo var ég þar í 2-3 ár, já, 3 ár kannski, flutt á Stokkseyri og búin að búa þar bara allavega. Þannig að þú veist, ættaðir frá Þórshöfn samt Stokkseyringur. Já, ok. Búin að búa það lengi þar. Eitt sem ég hafði svolítið gaman að sko með tengt í að þú sért Stokkseyringur og að þú sért einn af bestu crossfiturum í heimi. Linkurinn svona á milli og það vorum að ræða í símanum daginn svona athlete IQ og svona ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa það en það kannski kemur svona best í ljós hversu meðvitar þú ert eigin líkama, eigin hæfni og eigin hreyfingar þegar að CrossFit Games bringa út eitthvað svona what sem enginn hefur séð áður, hreyfingu sem enginn hefur séð áður og það var eins og the pig, the snail og pegboardið og allt svona. Já. Fyrir þá sem eru CrossFit aðdáendur, þeir þekki þetta allt saman. Það sem að koma einhverjar hreyfingar og það er bara svona ég er búin að vera að æfa núna í 4 ár og ég hef aldrei gert eitt svona. Já. Og nú kemur bara ljós hver getur fundið út úr þessu sem fyrst og framkvæmt hreyfinguna. Og linkurinn þar á milli við Stokkseyri var að þú varst að tala einhvern tímann fyrir löngu, vorum að ræða þetta að þú veist, 8:00 á morgnana þá opnaði mamma þinn hurðina, Björgvin fór út og 8:00 á kvöldin og opnaði hann aftur hurðina og Björgvin kom inn. Já. Þannig ég held, já, þetta er alltaf góð punktur. Ég man ekki svona eftir að hann sagði þetta bölla það. Nei, ok, þetta er satt. Þetta, þú veist eins og þetta snail, pig, pegboard einmitt svona eitthvað svona dæmi sem þú ert að geta fara finna út sjálfur í gyminu áður en að Dave Castro er að fara að segja frá því að hann ætla að nota þetta, skilur. Þetta er eitthvað sem þú hefur, svona, þú myndir frekar læra að gera svona hluti einhvers staðar annars staðar heldur en inni í gyminu, skilur. Klifra, pegboard, þú veist, það er bara klifra í klettum eða eitthvað, skilur. Snail, þú veist, ég veit ekki, íta heyrúlum eða, þú veist, þetta er bara svona svipa dæmi, þetta er bara svo basic, þú veist, æfingar sem er mjög eðlilegt að hann myndi setja hann inn, en eitthvað sem að hann vissi alveg að enginn væri samt búin að preppa neitt sérstaklega fyrir.
Og ég man líka eftir því að í heimildamyndinni nýjustu The Redeemed and the Dominant þá var verið að Ég fer með stórleikið þeirri mynd kemur fram hvað total svona 5 sekundur í bakgrunni eða? Já, og í kreditlistanum Já, komst í kreditlistan Kemur í kreditlistanum Þá var verið að tala það sem voru að hoppa yfir heibakkana þarna Já og Matt Fraser kemur eitthvað nú sést hverjir hafa unnið í heigi áður og þá var hann að benda á alla sem voru í stuttbuxum og stuttermabólum og það var allir að drepast þeir voru með svo mikið kláða og fá svo mikla stingi af heginu og það var bara svona ákveðið common knowledge bara einhver var búinn að vinna meira yfir bara ævina og vera meira úti og bara djöflast í náttúrunni og hann bara fattaði bara við erum að fara að hoppa yfir eitthvað hei og krassa harkalega Þér ekki að vera að bera ofan Já, nákvæmlega, og það kom bara í ljós allir voru bara að drepast og klæðið svo mikið og stelpurnar mættar í stystu útgáfan af stuttbuxunum sem að Reebok framleiðir og það var ekki eins og það heitt úti Nei, já, þannig að hefði alveg getið bara verið fullklæddur í þessu voti og það væri bara fínt Nákvæmlega, en talandi þennan grunn hvaðan kemur svona þinn basis í athlete IQ eins og við erum að tala hverju átt að þakka það að vera einn af þeim íþróttamönnum sem getur brugðist mjög hratt við hreyfingum sem voru aldrei séð áður á mjög stórum keppnistegi Þetta er svona 3 íþróttir sem ég myndi segja að koma þessu við sem að hafa verið svona grunnurinn og það er fyrst og fremst náttúrulega 5-leikar og bara sérstaklega góð samhæfing sem þú færir 5-leikum og bara svona útsjónarsemi og hvernig átt að sérstaklega það sem ég lærið mikið og það sem ég fannst ég lærið að geta mikið þar var til dæmis eins og að beila úr svona stökkum og svona taka við alls konar svona hoppum og skilur hvernig þú átt að beila út frá einhverju sem að fara til alls konar dans skilur Ertu að tala um einhverju eina hreyfingu? Já, bara segjum að þú færi að fara að negla á trampolín bara eitthvað í 2-falt stökk skilur og fatta bara í loftur og okkur shit, þetta er ekki að fara að ganga hvernig hjálpaði mér skilur að þessi lenda á hausnum og þú veist að vita hvernig þú átt að bregðast við því þegar að kemur að því og lendir á dínunni að taka fallið af Og hvar lendur í þessu í crossfitinu? Ekki beint í crossfitinu en þú veist bara svona líka bara svona ef það er eitthvað að gerast bara þú verður fljótur að bregðast við einhverju sem að þú sér það er að fara að gerast bara þess að segjum bara droppa niður úr kaðli sem þú getur ekki haldið lengur Handstöðu eða Já, handstöðu, þú veist taka roll-outið, skilur eitthvað svona þú veist, það svona kemur aðeins þaðan svo það er ekki margir sem viti þetta ég var í hjólabretti mjög lengi ég var skater í 6 ár og það er sérstaklega mikil samhæfing bara þú veist í lofti þú veist þú ert að flippa bretti þú veist og það held ég að hafi hjálpað sérstaklega mikið líka með þessa samhæfingu og geðveikt jafnvægi og síðan náttúrulega fótboltinn þú veist var í 14 ári fótbolta eitthvað Varstu í fótbolta á meðan þú varst að skeita? Já, fótbolta, 5-leikum og að skeita allt einhvern veginn á sama tíma og þess vegna er þetta mitt fara út klukkan 8 kem heim klukkan 8 á kvöldina því það var bara, þú veist, eitt tók við af öðru sko á daginn og svo náttúrulega er þetta bara stokkseri skilur mamma gat alveg hent mér út og hún vissi alveg að það væri ekkert að fara að gerast fyrir mig hún myndi bara hringja í nágrannan og spyrja hvar ég væri og hann hafði örugglega séð mig korter í áður eða eitthvað Þetta ekki bara ein gata eða? Þú veist, 2 eitthvað hannig 2, tvöfalt fleiri en ég held Já, ok 500 manns, rétt hæflega það Þú ert komin yfir í Hveragerði núna Hvað hlustaðir á leiðin yfir heiðina núna? Ég var með ég var að hlusta gamalt svona ég var að leita nostalgíu efni dubstep og svona drasl Pronails eða? Hlusta á Pronails með Rusko Já, hlusta á það og Sierra Leone og eitthvað svona snillíkar sko. Hefur þú heyrt krakka remixið af Mr. Postman? Nei, ok Við tjekkum á því Þú átt það inni Já, nei, þú náttúrulega varst að posta daginn hvað var það? Polaris með Deadmau5 Já Ok, það er negla Já, það er negla sko. Það eru sum lög sem eru bara eitthvað svona takk Já. Takk fyrir að gefa þetta út bara hér En það er ekkert margir sem fíl það Strópen náttúrulega í fyrsta seti yfir Deadmau5 lög sem eru svona Þú veist, þó svo að það sé klassist En ég bara, þú postaði þessu í eitthvað Polaris með Deadmau5 og eitthvað, tíminnalega Ég ætla að tjekka því, það var geðvikt Já, þetta er bara, þú sagði þetta verið himnasending Sagði það? Já Þú ert að leggja mér orðið í munn, en ég fíla það En ok, þú ég samt sá út að þú varst að tala um að vera í fótbolta 5-leikum og skeita Þú varst samt byrjaður að lifta eitthvað áður en að byrjaður í crossfitinu það er til vídeóðar á Facebook sem þú ert að klína 100 kíló eða eitthvað Já, og sokkunum
Já, sokkunum. Já. Og sko, fyrir þá sem að byrjuðu snemma í CrossFit, þeir vita að þá var ekkert grín að klína 100 kíló. Nei, það var milestone sko. Það var risa milestone. Já. Menn í dag, það er bara, ef þú snarar ekki 100, bara hvað ert að spá að gera með þinn íþróttaferil? Já, ég veit, já, einmitt. Það var einmitt, að þessu tíma vorum að æfa í sportstöðinu á Selfossi. Var sér að klára þarna fjölbrautaskólann einhvers þar í kringum hana 2012 eða eitthvað. Og klára ára 2 árum eða ekki? Jú. Að 2,5 eða eitthvað. Já. Fekk svo bóð í MIT, ég hafnaði bara að fara inn í. Þú ætlaðir alltaf að vera íþróttamæður. Já. Og það var svona menning, það var mikil svona, ég var alltaf að lifta sér bara venjulega, bara bodybuildast eitthvað og síðan einhvern veginn kemur þetta inn bara því að Heiðar bróðir minn var að, þú veist, sína mér hvernig CrossFit væri og tók mig hann að æfingu í CrossFit Reykjavík, en ég bjóð samt á Stokkseri, skilur, þannig ég var ekkert byrjaðar eitthvað, ég ætla bara að fara alltaf dag og æfa í CrossFit Reykjavík og þannig ég þurfti að gera þetta einhvers staðar, skilur, prófa að klína og prófa að snara og eitthvað og það gerist fyrst þar. Já, þú varst byrjar að gera þessar hreyfingar af því að þú hafðir heyrt á CrossFit. Já, svona. Já, þannig þú varst ekki bara að klína út af að það er bara eitthvað svona speed og hérna strength og eitthvað svona. Nei, í rauninni ekki, það var bara því Heiðar var byrjaður, sko. Ok. Bróðir minn. Og hérna, ég man nefnilega eftir því út af að ég var byrjaður á þessum tíma líka. Ég er búin að hafa CrossFit lengur en þú. Já. Þú voru bara að sætta það við það. Ég man eftir því. Og hérna, ég man eftir, við vorum nokkri sem vorum að fylgja sko hérna trainingplan eftir Yami. Já. Sem er svo sett svona í grunninn þjálfarinnar Animist og þjálfarinn þinn núna. Og við vorum svona crew sem var í CrossFit Reykjavík 3 klukkutíma á kvöldin frá 7 til 10. Alltaf. Já. Og það var tabla í CrossFit Reykjavík. Það sem var búið að, þú veist, það sem þú gerir æfingu dagsins og skrifaðir tímaðinn á hana. Og við kíktum alltaf á töfluna og svona rendum yfir hverju voru góðir og það var alltaf einhver helvítis Björgvin Karl sem var með langbesta tíman. Já. Og ég hef aldrei séð þig sko, þú varst aldrei að æfa á þessum sama tíma og við vorum að æfa, en ég var alltaf eitthvað svona, hver er þessi Björgvin Karl? Byrjaði alltaf fyrr, var eitthvað undan ykkur á daginn eða eitthvað? Já, klálega, og þú varst aldrei á kvöldin sko. Og hérna, og ég man að þú veist, eitthvað svona gamlið þjálfari eins og Hatti og eitthvað svona, já, hann er rosalegur sko, hann er mjög góður, ég eitthvað svona, ok, ég býð eftir það að komi clean og jerk og þá skulum við sjá hvað hann er, þú veist, náttúrulega kom síðan í ljós og varst bara natural gifted í það og snörunina og lentið þú ekki í því að þú varst að tala með eitthvað tíman að svona fyrst þegar þú snaraðir þá varst að hendi 80 kíló. Já, ég held að alltaf bara þegar ég maxaði, það var bara fyrsta skipt sem ég maxaði snörunni náði bara 80, það veist, svona power? Já, nei, eiginlega ekki. Okay. Það var svona deep power. Já, þú varst náttúrulega liður og kunnur alveg að beita þér. Já, ég svona náði allavega, var ekkert eitthvað svaka liður en náði samt skilur að komast einmitt niður fyrir 90 og cuts hana actually í bóðstöðinni og svona. Sko, fyrir það sem að fatt ekki og er ekki búin að vera mikið í olimpískum liftingum eða crossfitinu, þú veist, ég man hvar ég var þegar ég náði að snara 55 kílóum, bara jafn skýrt og þegar ég sá, þú veist, 9/11 árásina í sjónvarpinu. Þetta var bara svona milestone fyrir mér. 55. Bara 55 og ég man hvar ég var þegar ég tók 57,5 og 60 og 62,5 allar eða upp í 100, ég er ekki grínast. Já. Það er svolítið pirrandi að þú hefur bara byrjað í 80. Já. Bara, já, herðu, ég hitt hana vel hana, greip hana, stóð upp og bara góður. Veit. Já, ég veit samt ekki af hverju, ég var náttúrulega bara búinn að vera, veist, að lifta og búinn að vera í hinum og þessum íþróttum, þannig að, veist, þegar þú varst búinn að setja þetta smá saman þá, þú veist, getur þú nýtt styrk sem þú hafðir fyrir, skilur, bara í þessu liftu. En ég er ekki að segja að þetta hafi verið fallegasta og tæknilegasta snörun sem ég hef séð, en það var samt fínt á þessum tíma, sko. Já, þetta var gæðið út af þessum tíma, þá var, þú veist, mannst eftir þegar Stefán Ingi overhead skotaði 100 kíló. Já, það var bara, þú veist, Sportlíf deildi því á Facebookinu sínu og fólk var bara, herru, hvað er í gangi þarna í CrossFit Reykjavík? Fólk bara, einhverjir voru að deila þessu á Facebooki sitt. Já, bara sterkur þessi. Já, sterkur þessi. Og þú veist, ég meina, hvað var það sem að Fraser overhead skotaði á fyrstu leikunum sínum? 177? Já, eitthvað hannig. Já, ég mynda þér. Þú veist, þetta er alveg, þetta sport er búið að þróast, sko. Já, ég veit. Svo byrjaði ég að með ykkur. Ég byrjaði að með ykkur annar 2012. Einmitt. Kom hann á kvöldin og við kynntist eitthvað og við vorum alltaf annað. Þetta var alltaf 7 eða 7:30 og svo bara til 10. Bara öll kvöld. Man ég átti vaffátt að Benz, þurfti að selja hann. Alltaf dýrt að reka hann til þess að geta komist að æfingar. Og það var geðveikt að sjá Anni og Fredrik í fyrsta skipti. Hún var aldrei með okkur. Nei, hún var búin að æfa. Já, hún var, þú veist,
skiljanlega var hún in a league of her own sko. Já, Þú veist, já. það var ekkert eitthvað hérna Snorri og Anni ræfa saman sko. Nei, en svo ég man eitthvað komin að CrossFit Reykjavík og ég var að skrifa dagbók á þessum tíma Ok. bara æfingadagbók, bara Já, öllu ok. sem ég gerði Okay. og bara ég man ég skrifaði notes eftir daginn, sá Anni og Fredrik í fyrsta skipti hann var að eitthvað barbellsækla 60 hengpáklin og það var bara wow, hann var bara, þú veist, negla í 10 reppi einu eða eitthvað. Ok, og það er núna, þú veist að tala um þarna og sást Fredrik og það þú keppir út af, ef þetta er 2012 þá er ég var að fara inn á hérna Games profiliðin, þú lendir í 2847. sæti í Open þá. Já, þú veist, þá er ég ekki byrjað, þú veist, það er basically bara, hey, þú veist ekkert CrossFit en prófa skráði í hvernig form ertu, ég er í fínu formi og þú veist, vissi ég, þú veist, þá geti ég ekki sagt munin á chest to bar og venjulegum Já, ok, þú varst bara svona gæðin sem vissi hvað CrossFit Open var og hvað það taka þátt. Já, bara þetta er eitthvað undarkeppni, ok. Já, við þurfum eiginlega aðeins að útskýra ef það er ekki dedicated CrossFit fans að hlusta, þá er Open bara í rauninni stærsta sían, þar sem að bara 100.000 manna taka þátt, taka upp æfingunum sína, postinni og toppurinn af þeim, hvað þetta eru 5 æfingar, 5 vikur og þeir sem að eru í topp 30, 40 núna. Já, þannig að þeir sem eru núna er búið að breyta svo þannig, þetta var alltaf þannig á topp 40 Evrópu, fórin Evrópumótið, topp 40, þú veist, annars staðar fóru á önnur svæðamót, nokkur svæðamót í Bandaríkjunum, Ástralíu, Afríku, þú veist, já, Kína var það inn á milli og Asíu og þar. Og hvernig er búið að breyta? Nú er búið að breyta þannig að, þú veist, til og með svo mitt region er þannig að ég er Europe North, top 20 úr Europe North og top 20 Europe Central fara saman á regionals, þannig að ennþá 40 manns en bara 20. Já, búið að skipta aðeins meira niður. Þannig að það er fyrsta síðan Open, þú veist, það geta allir tekið þátt í Open og síðan er þetta regionals sem er rauninni fyrir mig Evrópumótið, eða það er bara kallað Evrópumót sem er samt bara svæðamót og top 5 úr mínu regioni fara á Games. Ok, þannig að þú veist, ef maður myndi hugsa þetta frá áhorfenda standpointi, þá horfir þú ekki á Open Nei. en þú horfir á regionals út af það er event sem búið að setja upp og það er haldið, þú veist, eins og núna er haldið í Berlín þar sem keppendurnir mæta í og þú veist, keppa á leikvangi og þeir sem vinna það, þeir komast á Games. Já. Hvernig kemstu fyrst á Games? 2014. Þannig að þú áttið á 2013 þá kemstu ekki á Games. Þá kemst ég fyrsta skipti, þú veist, 2013 þá var ég búinn að æfa CrossFit í rétt rúmlega ár. Já. Og þá kemst ég inn á Evrópumótið og þá endaði ég 9. sæti á Evrópumótinu en þessir top 5, nei, það voru top 3 á þessum tíma, fara Games. Þá var maður bara svona, já ok, bara þú veist, top 10 á fyrsta Evrópumótinu, þú veist, ég var dvíður. Já, eitthvað svolítið. Eitthvað hannig. Og þá var þetta bara svona, já ok, þú veist. Ég man hvernig það var og það við vorum aðna þessi hópur sem var að æfa og við vorum bara, herðu, Björgun er bara farin á Evrópumótið og point being með, hérna, það sem mást að segja með Anni og Fredrik, þú veist, Björgun var að fara að keppa á móti Fredrik núna. Já. Það var ekki lengur eitthvað kæra dagbók, ég sá Anni og Fredrik, þetta var bara kæra dagbók, ég er að fara að keppa á móti Fredrik. Já. Hvað gerist á Regionals 2013? Þá bara, þetta er svolítið erfitt í Regionals. Þetta var geðveikt mikið voljum, hann var svona að keyra á svona 100. Já, sú æfing, sú fræga var þarna. 400 reppin þetta var, 100 wallball, 100 chest to bar, 100 pistols og 100 dumbbell snatts, bara for time, bara þú veist. Er þetta einn fræga æfing þar sem að allir eru að hvetja þig áfram og þú ert orðinn svo pirraður og snýrði við og segir öllum að fokka sér? Já. Þeir eru liðið örugglega frekar illa í þeirri æfingu. Já, ég man. Já, þetta var mjög slæmt. Þetta var mjög slæmt. En það Regionals, já, endaði 9. var, þú veist, ég man bara eftir því að þú veist, það tók mig svona 4-5 vikur að hætta að láta braka í bringubeinin á mér, bara því að þú veist, ég veit það ekki, ég var bara fucked, ég var bara búinn að vera, þú veist, þetta var bara það mikið voljum og þú veist, ég var bara ekkert vanur í að vera að æfa með svona miklu intensity að þetta bara kláraði mig, skilur, ég var bara gjörsamlega farinn eftir þetta. Og þú kemur heim og stefnan er sett á næsta Open? Já, það bara, þú veist, þetta var bara geðveikt, skilur, bara 9. sæti og bara, ok, snilt, bara höldum áfram. Og ég var búinn að taka á þessum tíma ákvörðun að, þú veist, gefa þessu séns, ekki fara í háskóla, ekki hugsa eitt annað.
var það bara einróma ákvörðun í hausnum á þér? Já, bara leið og við opnum sér stöðina í Hveragerði í lok 2012 Ok þá ég að klára líka skólan og ég ákvað bara, heyri, ég fer bara all in í þetta, ég reynir bara að grænda einhvern veginn, þjála bara einhverja 2-3 tíma á dag og bý bara með 4 vinnum mínum og þú veist, eitthvað reynir bara að skrapa þó ég sé ekkert meira en eitthvað pening og ætla ég bara að reyna að gera Seldi bíliðinn? Selja bílinn og eitthvað og bara reyna að láta þetta virka og ég var búin að ákveða 2 ár ef það ekkert að gerast eftir 2 ár ef ég er bara non-talent og bara sé ekkert fram á að vera að fara að gera eitthvað þá ætla bara að beila ég fer bara að gera eitthvað annað en svo bara, eru 5 ár liðin eða eitthvað Þú keppið þá 2014 aftur á Regionals Já. og þá myndi ég segja að fyrirliðin byrji það var fyrir steikt maður búin að vera að horfa á Ridge bara allt, búin að horfa á allt 100 miljón sinnum og svo var ég bara alltaf komið með ticket bara á Games Þú lendir þess að í 3. seti Lendir 3. seti á eftir Lukas og Fredrik Nei, Fredrik tók 4. Ég tók sætið af honum það árið dramatíst Það var dramatíst Pældi því Já Þú veist, þarna þú byrjar að þú varst starstruck við að sjá hennar mann Já og síðan allt í henni þú búin að stela sætin hans á heimsleikana af hann 2014 Já Hann hann sjálfur búin að hjálpa svo mikið á Regionals bæði 2013 og svo 2014 Hjálpa þér? Já og bara öllum Regionals Þeir eru náttúrulega æfingafélagar í dag og hjálpumst bara að því hverju sem sko Einmitt og hann var náttúrulega þetta glaður fyrir mína hönd og ég var mjög leiður yfir því að hann gæti ekki komist Já, bara eins og allir Íslendingar það var bara að vera að hvetja ykkur 2 Já, en eftir dagina þá langaði mér náttúrulega líka að komast í Games Já, sjálfsög og sem þú gerir Já og þú ferð í hetjuför til Bandaríkjanna og Ég fer í hetjuför, ég man að Erik Lákjalna weightlifting coach og minn ég var að follow trainingplan en hann hafði mjög mikið áhuga á weightlifting og var minn svona liftingaþjálfari þessum tíma og var svona gæinn sem tók bara svolítið utanum mig á þessum tíma og var bara að græja mig Já, og það er að þú gast ekki græja þig sjálfur Nei, ég hefði farið út á þriðjudagskvöldi og byrjað á miðvikudagsmótni á Games ef hann hefði ekki, en við fórum samt bara 70 fyrr út sáum saman í rúmi 90 cm breiðu, hann er alveg stór gaur og ég eitthvað svona við vorum bara að spúna í viku í einhver svona gated community einhvers staðar í Los Angeles Já, hann fílar að eyða litlum pening Já, við bara, ég veit ekki, við fórum hana út bara, já, settum eitthvað heimsmet í að eyða lítið af peningum í preppi fyrir Games En það var bara ekkert mikið til Það var bara ekkert mikið til og við letum bara gott á okkur leiða og vorum bara glæðið með þetta allt saman Hann tekur svolítið stjórnina í þessum leiðangri Já, hann tekur stjórnina í þessum leiðangri og er náttúrulega bara, ég hef aldrei komið til Bandaríkjanna ég var bara ekki búin að fara mikið út fyrir bara landsteinana, skilur ekki nema bara ég fylgd með foreldrum og þurfti aldrei að halda á vegabröðinu sjálfur, og þetta var alltaf steikt, það kom enginn nema bara, reynda að koma Marja kona bróður minns kom, kærasta bróður minns kemur, verðandi kona ef hún heyrir þetta kemur út bara og fylgist bara með keppninni en ekkert með í einhverju preppi eitthvað, það bara við 2 og svo, Games er svolítið erfitt, skilur maður bara skítrættur og aðalega bara pæli hvað Fróning að gera og eitthvað svona, skilur reynir bara, eiga 1 og 1 event sem gott og svona enda í 27. sæti kemst samt í gegnum þetta kött sem var eitthvað top 30 fengi að halda áfram í alveg finalinn þannig að það var var ekki double grace 60 clean jerk þegar Fróning vinnur, hendur henni aftur fyrir sig lappar í hana, tekur gleruna einhverju gæja, setur á sig og ég bara Þetta atriði hefði bara sómað sér vel í nýju Avengers myndinni Þetta var geðvegt og bara tókur Fraser og bara fuck á hann bara heikalið, þú ert ekki að fara að koma hérna og hefur náttúrulega sett hann standard og það eina sem allir er að hugsa núna þegar Fraser er búin að vinna 2 ár í röð bara, hann er búin að vinna 2 ár í röð en ætla hann hefði unnið á móti Fróning
Þessi spurning mun alltaf lifa held ég. Já, hann mun aldrei komast undan þessu. Nei. En það mér geðveikt bara að fá þessar reynslu þarna eftir að hyggja bara, já þú veist, ég ekkert viss ég hefði getið gert eitthvað betur. Sjá Froning, taka titilinn í síðast skipti, keppa mótunum eitthvað hér, þú veist, ég var bara svona mikið fanboy á þessum tíma. Þú varst með mynd af Froning í coverfótó á Facebook. Já, ég held að ég ennþá með eitthvað kvót sko, í coverfótó frá honum. Er það sem hann er hérna standandi á einni hönd við vegginn? Já, ég var með það. En nú er ég með hérna Outwork the hardest worker held ég. Það er djúpt. Það er djúpt. Mjög djúpt. Mjög djúpt, þetta fær maður til að hugsa. Já. Þú tekur 2007 á Games 2014. Já. Og svo komið að hennum margum töluðu Games 2015. Það fyrir við gegnum Open og Regionals og held ég að öðru seti. Enda annar eftir Jonni eða eitthvað. Já, og það er náttúrulega búin að vera þinn svona, það er the ultimate andstæðingurinn í Evrópu myndi ég segja. Já, þegar við komum upp á sama tíma. Regionals 2013 er okkar fyrsta ár, hjá okkur báðum, og 2014 Games er okkar fyrsta ár líka. En ég er búin að vinna, og ég vann sem sagt, ég lendi þriðasæti á Regionals 2014, en vann Lukas og Jonni á Games 2014. Einmitt, þú performaði betur á heimsleikunum heldur en Evrópumóti. Já, ég hef aldrei tapað á móti þeim á Games. Einmitt, sem er mjög áhugavert. Já, þetta er svolítið öðru sér kefni. En manstu, Games 2015, það byrjaði þannig að Jonni er líderinn. Hann fær alltaf þetta sundvot í byrjun. Það sem hann bara rústar. Tekur bara fyrsta, svo svona, gengur alveg vel í hinnu, en svo svona fer aðeins að svona halla undan fæti. Já, svo fær hann að klæðast, sko, hann fær að klæðast þessum hvítaból, líderbólnum, bara rétt eftir sundvotið, þá getur það komið á votinu með 2. Eiginlega, já. Hann er bara í þessum ból. Já. En svo, það gerist alltaf eitthvað, hann hreyfir sig ekki það vel, sko. Og hann er búin að vera mjög meiddur, hann er mjög broken athlete. Já. Hann er það. Og það er bara komið ljós á... Já, núna er hann bara off, skilur þetta season bara... Það langar bara ekkert að, hann þarf bara að gera eitthvað til þess að taka skrið tilbaka og koma tilbaka. Þið farið þarna, hvað gerist samt, af hverju gerist eitthvað breytilegt í æfingaferlinu fyrir þetta? Því að þú stekkur frá 27. sæti á Games yfir í 3. Og þú veist, það hefði enginn veðjað 500 kalli á þetta. Nei, þú veist, ok, sko. Það sem gerist er að við tökum regionals og æfingarnar eru bara að ganga vel. Við erum í þessum weightlifting kampum og bara að fylgja prógraminu og allt, bara, þú veist, bara 100% fókus. Og svo endur við þannig að Sara kemst á Games, ég kemst á Games, bara annar, bara wow. Bara Erik og John eru farin að vinna saman, bara hei, sláum til, förum í kamp. Bara, við erum bara sömu helgi, ég var ennþá í Danmörku. Ég var ennþá í Danmörku þegar Erik var, við ætlum að taka 5 vikna preparation. Kamp og ég bara fuck. Þú hatar að vera ekki hverju að gera. Ég aldrei farið svona lengi til útlanda. Ég bara hvernig það fjármagna þetta og bara eitthvað þvílið stressaður. Og þetta var þegar Phil Hesketh og Stephen Fawcett komust líka. Og við ákveðum bara sláum bara í kamp. 4 atlítar, 2 coachar, réðum kokk, Matt Hodges, Buff Box Meals var með okkur. Byrjum bara að fara til Viggan. Vorum bara í Viggan hjá Stephen Fawcett í Weightlifting 101 kamp og þar byrjaði þetta. Fyrsta vikan. Í vikan. Já, og það var bara smass eins og þú veist hvernig Weightlifting 101 kamp eru. Já, þú veist, þú kemst valla lifandi úr þeim og það var bara, við varum bara hamra. Og það voru 5 vikur í stærstu keppni lífsins. Já. Og þú ferð frá vikan yfir í Mallorca. Já, og þar kem ég. Þar kemur þú full kapp klæddur í 40 steg hita með myndavélina og manstu hvað var heitt? Já, það var sóðalega heitt. Ég skaðbrann. Skaðast. Ég skaðast. Og þar erum við John Singleton, búinn að tala við Chris Hinshaw tekur okkur öll í hlaupaæfingar. Þú að mynda, Erik að segja mér að hangi í bolnum að því að ég er alltaf að brenna. Sko, það verður náttúrulega að segja hver Chris Hinshaw er. Hann er náttúrulega svona endurance coach í CrossFit HQ heiminum núna. Er með að þjálfa Ritz, er að þjálfa Katri Tönni, búin að vera að þjálfa Annie, Fraser og bara alla þá
bestu, búin að vera með alla þá bestu. Já, og náttúrulega utan þess að vera þjálfari þá var hann íþróttamaður og pleysaði öðru sæti í heimsmeistaramótinu í Ironman Já. á Hawaii. Já, það er asna, þú veist, þá ertu Nei, þú veist, það er haldnir Ironman vísvegar, Já. en síðan er heimsmeistaramótið í Ironman haldið í Hawaii og hann tók annað sætið þar. þá ertu með eitthvað, þú veist, með eitthvað capacity sem að enginn getur verið með. Nei, og þessi gæi er mættur til Mallorca. Hann er mættur til Mallorca og við setjumst niður með honum, förum á fína veitingastað og Erik var alltaf að segja, Erik sagði alltaf en að hægi ykkur vel, ekki segja neitt heimskulegt og hlustið á hann. Við viljum láta hann þjálfa okkur og við viljum að hann hafi áhuga á og viljið þjálfa ykkur. Þannig að, þú veist, Það var mikið undir. það var mikið undir og hann eins og væri að fara að þú veist, hitta Trump eða Mugabe eða eitthvað svona Putin og þú veist, og ég þyrfti að heilla hann, annars þyrfti ég bara að vera sendur aftur heim til Íslands. Já. Eða eitthvað þannig og mér var bara stressaður. Svo var þetta bara þegar vílitt nice gæi, skilur, þetta er bara Amerikani. Algjör kanni, sko. Já, þetta er bara eitthvað kanni og hann var bara fokkast og nefndi ekki að vera að tala æfingarnar þannig. Nei. Manstu ekki, hann var bara eitthvað Mjög þælur. Já, Mjög nettur líka, hann var bara að taka ykkur í alls konar prógram þarna, ég var að fylgjast með þessu og þetta var bara flóknasta sem ég sé þegar maður að tala um aeróbik og anaeróbik og þessi kerfi sem vorum að tala um daginn. já. Ég var bara amazed, ég var bara að hugsa, herðu, wow, þau eru að gera eitthvað sko, Next level, vísindastöff núna í preparation Já. og þið klárið Mallorca, farið yfir til LA, Já. ég fer heim. Við fyrir með þetta LA, ég lenda á Íslandi, kom með bilaða heimþrá. Mér langar bara ekkert að vera í þessu kampi, mér langar ógeðslega leiðilegt. Bara, bara, þú veist, allir pirrandi og bara, þú veist, mér langar bara fucking fara í Hveragerði og bara bjötur á þjóti kemi og chilla þar. En þú veist, samt ekki. Þetta var bara erfitt, skilur, veit ekki alveg af hverju, en gisti eina nótt á Íslandi, gisti í Keflavík og þá var svona, af því að hún komin á Ísland, að þá skilur við komum svona heimþrá skilur en þá varum við á leiðinni beint aftur til LA. Já, þú gistir á Íslandi. Já, í eina nótt sko. Í heima bænuðinum. Já, þannig. Hjá bróðinu mömmu og svo fóru við yfir til LA. Vorum þar. Voruð 3 vikur? Já. Já, 3 vikur í LA. Það make sense. Og þar er stemming. Þar er stemming. Þar erum við að æfa hann í Costa Mesa. Erum hann í Anaheim. Já. Sem við séum að hvað er það? Þetta er bara útjaðri Los Angeles. Það er trafík. Mikið trafík. Eðum minnstalega 2 klukkutíma á dag í að komast í gymið og tilbaka en erum þar allan daginn. Þú veist, þú fattar ekki hvað ég var í góðum pakka. Ég var náttúrulega ekki neinu stressi fyrir games. Nei. Ég var bara mjög rólegur. Já. Ég var bara að taka einhverja myndir, vakna á daginn, fara með ykkur á einhvern geðveikt næs morgunverðarstað þar sem maður fekk einhvern havragraut með hnetusmjöri og einhverjum ferskum ávöxtum og eplum og eitthvað geðveikt. Förum í Costa Mesa, þar var Dan Bailey og fleiri góðir. Já, vá maður var alveg starstruck þar sko. Herðu, og það sem gerist þar tökum við Murph. Þar takið þið Murph. Já. Hvernig fór það? Sorry, þú verður fyrst að segja hvað er Murph og hvað gerist. 1600 meter hlaup, 100 uppbyggingar, 200 arbeigur, 300 hnébur, 1600 meter hlaup í 20 punda vesti. Og hann var búinn að annánsa eitthvað svona að það er eitthvað svona Murph eitthvað. Dave Castro sem sagt á heimsleikunum. Já. Og hvað var langt í þetta? 2 vikur, eitthvað svoleiðis. Tökum Murph, Dan Bailey rústar okkur öllum bara með 15 mínútum. Bara þú veist, hann var bara búinn til 15 mínútur. Hann var búinn að hlaupa og ég var ennþá að gera hnébuðnar. Bara búinn með 1,5 míl, eða veist, já, 1,6. 1,6 kilometr. Og bara, vá. Shit, þessi góður maður. Vá. Og var bara, þeim með bara eitthvað mega. En svo kom annað á daginn. Já, svo byrja heimsleikarnir á þessu sundvoti og var það paddleborðið? Er það ekki? Jú, ég var bara 7. Já, og þar bara einhverju klikku ocean svimmi og eitthvað. Og þú veist, sko, maður vissi alveg svona, ok, við erum nú rólegir, þetta er fyrsta vot, en oh my god, Björgun er í 7. sæti, bara eitthvað pæli ef hann fær í top 10. Allt bara svona, allt innan bara sundmenn í 1. til 5. og svo bara Já, ég man eftir, ég á líka vídeo þar sem þú segir bara, herru, 1. til 5. sæti, sundmenn og ástralar, 7. sæti, Björgun Karl Guðmundsson. Já. Og síðan kemur, er ekki önnur æfing á heimsleikunum, það er Murph. Það er með að misminna. Já, miðvikudeginum rétt, það er miðvikudagurinn, þetta sundvot, svo búið,
Það er enga liftingar kvöldið það. Ég held ekki. Take me through it. Hvað gerist í Murph? Það gerist að þetta er föstudagsmorgun og þetta er rugl heitur föstudagsmorgun. Þú veist, það eru bara 38 gráður og við erum búin að vera á þessu Buff Box fæði, þurrkjúklingur, ógeðslega vond quinoa og vond steik á kvöldin og bara ég svaf með undir rúmunu mínu svaf ég með bara svona kvestbar stykki bara til að geta fengið eitthvað sætu, sigur, eitthvað bara til að deyja ekki og þetta gerist þann morgun að það er eitthvað í sambandi með morgunmatinn þannig að við ákveðum að fara út að borða í fyrst skipti bara í 5 vikur bara borða eitthvað annað heldur en eitthvað úr einhverju boxi fæ hash browns, egg og bacon bara American style bara beint í æð löðrandi í piparmajónesi já og geðveikt slæm hugmynd fyrir Murph það veist að vera eitthvað hrúís í bara eitthvað geðveikt mikið af fitu en samt slattan alltaf heitaðningum og það er bara geðveikt ég verð bara fucking ánæður bara veist, þetta er svo gott og eitthvað og svo bara er þetta ekkert vesen svo byrja bara Murph og það byrja bara allir að spretta fyrstu 400 metrana og veist, ég er bara, hvað rugl er þetta? Veist, þetta er 40-50 mínútna æfing við erum ekki að fara að negla á eina mílu sko. Þið hlaupið í gegnum þessi göng þarna var það ekki eitthvað disaster? Jú, bara disaster, þessi gaur bara 40 gaurar allir eitthvað hnausþykkir, ógeðslega reiðir og veist, bara, það er bara að vera olbó og hvað annan sko, inn í þessu göngum að því að þú þurfum að fara inn í göng og síðan kemur út hinum einn en göngin eru bara það þröng að þú þarft actually að hlaupa bara alveg upp við næsta mann sko og menn voru bara fucking keira á hvern annan og einhverjir detta hann inni og bara þú veist þetta var svakalegt sko þetta er svona þeir eru með þessi svo ræst í þessu eina holli þú veist þegar allir gaurarnir fara af stað að þá þú veist verður þetta bara svona já, það var svona svolítið skemmtilegt að horfa á þetta bara heill fótboltavöllur og það var bara eitt fyrir að byrja og bara maður sér 40 hraustustu gæja í heimi gunna af stað já En ok, og þið farið inn í þetta fyrstu míluna, 1,6 kilometrinn. Ok, bara svona, þetta er kannski eitthvað svona fyrir miðjupottit. Er ekki svolítið erfitt að peysa sig? Út af að maður vill ekki spretta þetta. En þú vilt heldur ekki vera mikið aftur úr. Einmitt. Af því að þú kemur inn á hlaupinu, þú vilt alveg vera alltaf leið, hjartslátturinn alltaf bara sky high, en þú vilt bara ekki hlaupa hraðar heldur hún actually getur. Förum í uppbyggingar. Í þingingavestinu, það verður að taka það fram. Já, þingingavestinu. Ekkert mál þannig, þú veist, brýtur það bara niður eitthvað, þú veist, 20 og svo 10 og eitthvað og bara reynir að hafa stuttapásur. Fer svo niður í grasið og tekur svo 200 armböður, geðveikt strikt standard og það er pottet ástæðan fyrir að Dan Bailey, þú veist, var ekki að vinna okkur með kortir yfir, þú veist, hann var bara með lilla standarda í því sem hann var að gera í æfingunni. Hvað meinar það með standard? Í preparation. Bara standardin var alltaf, þú veist, líka mann þarf að færast sem ein heild niður, lærin með ekki snerta, einn sem snertir í kassin, pressar aftur upp, kemur í lockout og hann hefur pottet verið svona, þú veist maginn á honum einhvern veginn að snerta og þú veist, bara svona pínu shaky rep oft bara og hefur pottet bara verið að gera það þannig bara endalaust þannig að þú veist, þá er þetta bara orðið að vana því þú treinar það þannig og fólk er svolítið að fokkast upp í þessum arbum að því þú veist, það er svo niðri og svo geðveikt heitt þú veist, þú ert bara á hnjánum, alveg niðri og það er engin blástur, skilurðu og náttúrulega ennþá verra fyrir stelpunar því þær gerir þetta seinna og þá er náttúrulega orðið aðeins heitar og sólinn komin meira og fólk er þú veist bara já, færa það illa bara í andlitið þegar það er að gera þessar arbjör og næri ekkert að recovera þegar það kemur að því að taka 300 hnippur og hvað þá í mílu hlaupi tilbaka en ég hef ekki hugmynd af hverju ég var að höndla þetta svona vel ég náttúrulega veit að við vorum búin að gera almennilegt prep og vorum búin að venja sólinni og allt svoleiðis en þú veist ég er samt bara hveragerði og var skjarna hvítur annars sko og þú klárar síðan 300 hnippur já og leggur fyrstur á staði hlaupið eða ekki? Jú, þannig að ég tek fram úr síðastu tveimur sem ég átti eftir að taka fram úr sem var Noah og Fraser held ég já, í hnippjón ekki að verri gerðinni nei taka fram úr þeim tveim og svipurinn á bandaríkjamennunum þegar Björgvin Karl Guðmundsson klárar fyrstur allra keppenda er þetta ekki Hero Vote? Þetta er náttúrulega Hero Vote já. Murph er skýrt í höfuðið á A Fallen Soldier já. Eða ekki? Jú. Og það var tekið eitthvað svona Thank you for your service já, þú veist, thank you for your service og menn fóru í hring og hérna 3, 2, 1 og bara Murph og bara hérna
og þú varst náttúrulega ekki, það var ekki beint eitthvað það sem var að hvetja það áfram þegar þú varst að hlaupa þetta. Nei. En Josh Bridges, hann hefur talað þetta, hann var ekki sáttur með einhver helvítis Íslendingur vann þetta vot. Hann er náttúrulega gamall Navy Seal, eða ekki? Jú, hann er gamall Navy Seal, hann var ekki ánægður með þetta kallinn, sko. En ég veit það ekki, maður, það var mikið á línunni, ég er ekkert svo viss það, ef ég hefði ekki endað í topp, segjum 8 þetta ár, þá er ég ekkert viss ég myndi nenna þessu mikið lengur, en þess að þú veist, ég átti ekki 1 krónu. Veist, ég var eitti bara öllu í þetta og það var bara alls ekki þess virði, sko. Veist, þetta var bara of mikið. Fínt, taka, þú veist, klára þetta. Ég hefði örugglega hugsað þannig, taka, ok, ég er búin að fara 2 ára games, fínt, ég er hættur. Bara því þetta var ekki að gera neitt fyrir mig. Þú klárar líka Murph og segir við Erik, ég man eftir að hann var að segja þetta, hérna, að þú sagðir, on the last run, I really wanted to walk, but I was just thinking about the money. Já. Og þegar þú náttúrulega færð $3,000 fyrir að klára votið fyrstur. Já. Og það er ekkert djók þarna, þú ert búin að vera að borga fyrir fluginn og matinn og hérna, þið voru með kokk þarna og... Já. Við vorum ekki með neina díla á þessum tíma, þú veist, þú þurftum að vera að borga í rauninni allt saman, já. Þú fyrst prótínið þitt frýtt. Já. Og þarna loksins færði ykkur 100 áskalla fyrir að standa það vel. Og það var geðveikt, sko. Og ég var að náttúrulega taka upp allan tíman. Ég var að taka upp hérna í öllu kampinu og líka meðan leikunum stóð. Og hérna þú sagðir í einu vídeónu að þú veist, það að vinna Murph var upphafið að hugmyndinni að þú væri jafn góður og allir hinnir. Já. Að þú gætir unnið það, að þú ættir heima á meðal þeirra. Og það er svolítið auðvelt að horfa á Rich Froning og það gerði eitthvað svona hero myndband um hann sem CrossFit HQ gerir svo ótrúlega vel. Já. Og hugsa bara, wow, þetta er Rich Froning sem er nokkrum levelum fyrir ofan mig og svo er það ég. En þarna er þú allt í hennu að klára á undan öllum öðrum á CrossFit heimsleikunum, þar sem allir þeir bestu voru mætir. Og þetta hafði í rauninni bara þau áhrif að þú veist, þarna var líka bara, ok, heyrðu, ég er alveg komin til að vera, þú veist, þetta er ekki 2014, nú er 2015 og þú veist, við ætlum að gera eitthvað damage hérna og þú veist, líka í framtíðinni og þú veist, ok, þetta er bara, mér leiði mjög vel með þetta og þú veist, þetta gaf manni bara svona confident boost og sagði sjálfur mér að bara, ok, heyrðu, þú veist, ég er ekki að fara að vera hérna til að enda í top 20 eða top 30, skilur. Við þurfum að vera contender first place. Ég, hérna, eins og sögum á hann, að byrja þetta Snapchat fíaskó allt saman hann úti og ég tók upp eitt snapp á þér á held ég þriðjudeginum eða miðvikudeginum þar sem ég sagði eitthvað Björgvin, eitthvað predictions fyrir games og þú ert eitthvað svona að pakka í tösku kasta töskunum frá þér í gríni spennir bæsabenna og eitthvað podium finish og við eitthvað ha 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 hlægjum að því bara já podium finish eitthvað gangið vel Björgvin og síðan klárar á palli. Ok, ef við skipum frá Murph sem er náttúrulega algjört highlight á heimsleikunum yfir í síðasta event á sunnudegin það er gersamlega búið að brjóta ykkur niður á miðvikudegi, föstudegi, laugardegi og fyrripart sunnudags eða ekki og það kom að loka eventinu á sunnudaginn og ég man eftir því, ég lappaði hann inn á athlete warm-up areað og ég sé þig bara á grúfu og ert horfandi fram og ég ætlaði eitthvað svona að koma okkar hei Björki, gangið vel, en ég sá bara að þú varst búin að stara þarna á einhvern punkt á gólfinu í 40 mínútur og ég bara, herri, ég ætla ekki að upp að þessum gæja og segja neitt bara, hann er rústaður og hann er bara að keyra þetta á einhverjum hugar ástandi sko. Já, það var svolítið þannig þegar við vöknum á sunnudagsmorguninn og reyna að komast úr rúminu, þetta er enn þann dag í dag það ég hef aldrei upplifað neitt jafn slæmt, þú veist bara 2016, 2017, 2014 skiptir engum máli, þú veist, 2015 var bara versta tilfinning í heimi. Mér langaði bara að ringja í Dave og segja, gamli, ég er disqualified. Ég er hættur. Get ekki meir. En þú veist, ég var í geðveikum stað. Ég var bara, ok, podium er bara within reach hérna. Þú ert í 5. sæti á sunnudegi, eitthvað svoleiðis. Líklega, byrjaði þarna daginn í 5. Kemst upp í 4. Held því eitthvað. Og þá er bara 3. sæti within reach og Cole Sager er í 3. sæti og þá vorum við bara farin að horfa ok, gaur, $60,000 eða $30,000 og ég bara það var momentið þegar ég var bara þegar þú varst þarna og ég var bara að horfa bara djöðlið mér hilla og svo bara nei, ég bara verð að láta þetta kanta fyrst við erum að þessu. Það sem tölum í byrjun með Athlete IQ
þú veist, ég held að þarna hafi verið tryggt þriðasætið á einhvern veginn svoleiðis gáum út af því að Dave Castro kynir inn pegboardið þess að mér í rauninni bara lýsir þannig að það er bara viðartabla, í rauninni var þetta plast þarna og þú fær 2 einhverja svona pinna til þess að hífa þig upp í gegnum göt á þessu bordi sem að liggur bara einhverja 2-3 metrar upp í loftið eða ekki? Jú, herra. Já, herra reyndar. Það eru örugglega 5-6 metrar þarna. Það byrjar svo hátt í rauninni. Og hann kynnir þetta inn og bara eitthvað, haha, ég vissi að þið eru ekki undirbúin fyrir þetta, þú veist, nú kemur ljós hverjir eru fit og hverjir ekki og þú þarf bara að klifra eitthvað pegboard og ég sæki fartöluna mína, smygla mér inn á warm-up areað aftur og við förum að horfa á YouTube. Við förum á YouTube og leitum bara how to climb a pegboard og ég, þú, Sara, John og Erik sittum við tröppunum hana. Já, og síðan var einhvern veginn, þú veist, þú hefði getað pælt í þessu endalaust en það var bara komið að einhverju go time og þú ferð þarna upp já, það er satt og þú veist, það er bara komið, ertu ekki bara kallaður upp og þú ferð á stað út í eventið og hvað gerist? Það er bara fyrsta sem við byrjum, það er bara gerðu 3 pegboard og í rauninni var þetta á þessum tíma þannig ef þú komst í gegnum þessu 3 þá varst að fara að finna það svolítið hátt hendurnar á fólki og líka var maður alltaf farin og hvað þá einhver rökhugsun og hvað ætti að vera eitthvað útsjónarsamt og svona en einhvern veginn er þetta bara eins og klifrar skilur og maður fann bara einhvern veginn út úr þessu allavega ég og ég get ekki sagt af hverju en þetta var ekki træðilegt að vera að reyna að gera þetta skilur þetta bara einhvern veginn kom ég bara vann úr þessu eftir því sem að ég komst lengra inn. Já, þú veist, þér fannst þetta ekki hræðilegt en það var hræðilegt að fylgjast með fólki sem bara gat ekki hangi lengur og náða að klifra upp, datt síðan niður, þurfti einhvern veginn að berja pinnan úr veggnum aftur og sækjan og þetta var disaster. Já, og þetta eyðilaði mikið fyrir mörgum. Já, og þú fær þarna sjansinn til þess að taka fram úr Cole Sager. Já, þarna negla á þetta vot klára það og næsta sem er síðan er það sem að gulltriði í rauninni þriðasætið var 2 þungu deadlift bjöllurnar í lokin. Hvað, 290 kíló eða ekki? Jú, örugglega, þetta var örugglega svona 180 til 190 kíló saman og þá var mér sama hvort ég fengi bara brjósklos við að reyna að lifta þessu ekki og það var bara þú bókstaflega kláraði allt þú tókst hænuskref fram úr honum með haldandi á þessum bjöllum í áttina að þriðasætinu þetta var svo skýrt, þeir voru bara jafnir og þú þurftir að lappa fram úr honum með haldandi á okkur 190 kílóum til þess að fá þriðasætið og svo bara baff einfyrir. Já, þetta var eitt að styrlaðasta sem ég séð. Þú einhvers staðar hef komin í einhverju fjölmiðla stúku búin að vera drekkandi í rauðvín og hvítvin allan daginn eitthvað og nóasnappinu. Já, ég var bara mér leið mjög vel. Já. Líka með minn var bara góður. Já, það var mjög gott held ég fyrir mig og Söru að hafa þig þarna. Það var mikið svona það gerði okkur mjög glöð held ég Já, ég held að það hafi verið svolítið stíft andrúmsloft ef það hefði ekki verið einn Íslendingur til þess aðeins að spjalla við það. Það sem að alltaf John og Erik voru báðir mjög stressaðir yfir bara ykkar performansi og þið stressuð að performa. Já. Og þú veist, það var ekki Þeir lét okkur alveg finna aðeins fyrir því Já, algjörlega að það væri tíminn til að standa sig Einmitt, og ég veit ekki, þetta var einhvern veginn svona magic moment í gangi þarna allan tíman það var bara yfir allan tíma og sem hefur ekki verið 16 og 17 eða 14 var bara eitthvað svona það var bara svona eitthvað svona touch þetta var svona líka eins og, þú veist, ímyndaðir ef þú ert að halda á lofti með einhverjum og þeir eru að sparka á milli og metið eitthvað var 15 og þeir allt í hennu gerið og þeir eru komin upp í 25 þá eru þeir bara Fannir að vera svona kátir og kátir en það má alls ekki missa og það var þannig, Sara var í fyrsta sæti og þú varst í þriðja sæti og það var bara ok, herru, krakkar, þeir eru að standa ykkur ótrúlega vel höldum þessu áfram þið megið ekki að missa þetta núna þú veist, þið verðið að halda dampi langa ekki að gera neina breytingar en eitt bara svona, please, höldum þessu áfram einmitt, og síðan alltaf það var svo geggjað þetta endaði þú fær þriðasætið fer síðan á blaðamannafund og þá sest hliðin á þér Rich Froning og þið eru að deila pítsu og ég eitthvað, já, maður þá var hann að vinna liðakeppnið eða ekki? Nei, jú Froning, hann var ekki að keppa einstaklega Nei, ekki 2017 Já, hann var að vinna liðakeppnina fyrsta skipti eftir hann hætti 2014 Það var svakalegt maður Hann mætir seint
og einhverjum með pítsu, þið sitið þarna og er að borða pítsu eftir þú lendir í 3. sæti á heimsleikunum. Já. Það var frekar nett. Síðan fyrir við heim, fyrir Korean barbecue. Korean barbecue. Fáum okkur bjór, kjöt, síðan kemur þú heim og fyrir beint að skoða bílasölur.is. Já. Eitthvað Benz sem ætlaði að kaupa aftur. En svo fórum við bara að sofa. Já, það var engin fagnaðarlæti. Eftir, sko, þetta við vorum búnir. Já, ég var góður, sko, en þú varst búinn. Já, shit, þetta var geðvægt. Og þú endaði að því að kaupa Benz eftir þetta. Já. Þessi Benz er mjög táknrænt fyrir þetta allt saman. Og það að þú þurftir að selja dýrgripiðinn til þess eins að geta, sko, eftir crossfit. Já. Og svo svona endur fá hann einhvern veginn aftur í hendurnar, eða náttúrulega ekki sami en að fá sér annar Benz, það er eitthvað svona og líka, þú veist, kaupa hann á þeim forsendum að þú vannst fyrir honum með því að stunda crossfit. Já. Förum aðeins yfir, hvað þú klárar þarna í 3. sæti og síðan eftir þetta sem sagt 2016 þá eftir 8. Af hverju, þú veist, sko það sem fólk kannski áttar sig ekki alveg á er að það er ótrúlega erfitt að vera consistent í CrossFit heiminum. Já. Þú veist, það er ekki margir sem er að pleysa í 1. sæti og síðan 1. sæti og síðan aftur 1. sæti. Þú veist, það bara gerist ekki. Þú veist, það verður eitthvað svona hetja. Nei, bara 1 eða 2, þú veist, það kemur bara 1 á decade, sko. Það er bara 1 eða 2, sko, kallamein og kvennamein. Og þarna var þetta svolítið magnað að því leitum til að þó svo varst sko 5 sætum fyrir neðan árið áður. Þarna sýndirðu, ég var ekki heppinn í fyrra. Nei. Ég er í topp 10. Já, já. Og það hefur verið svona gott eins og líka 2017, þú veist, þá er 5. sæti og þá er bara svona endarlega, ok, þú veist, ég er bara í topp 10, ég er bara búin að sína fram á það og þetta er bara að fara að vera svona en ástæðan, þú veist, það er margt sem gerist 2016 er ég bara að fæ allt í einu bara eftir 15 í undirbúningstímabilinu og svona fæ ég bara að klikka mikið bara svona, stundum færðu bara meðsli sem þú veist ekki af hverju út með bara þú veist, mér er bara illt í bakinu og ég bara veit ekki af hverju og ég er að gera allt sem ég get og ýmislegt sem að í því undirbúningstímabilinu sem var ekki hægt að æfa, þú veist, eins og styrkurinn til dæmis 2015 og 16 var bara nánast á sami af því að það var bara kannski ekki hægt að bæta hann vegna þess að þú veist, það var margt í off-seasonu sem að gera það að verkum að það var bara ekki hægt en þú veist, þá gerir maður bara gott úr því sem maður hefur og þú veist en þrátt fyrir það var allt í lagi, þú veist, bara topp 10 og mjög ánægð með það og svo er unni 2017 og þá er ég mjög ánægð með á þeim games að styrklega séð þú veist, þar er enda snörun topp 10 þessi hlutir sem að vant alltaf hafa alltaf vantað síðan 2014 eða bara síðan forever, þeir eru að koma inn og það er mjög jákvætt fyrst mér styrkurinn hefur alltaf verið það sem að á games hefur alltaf verið það sem að vantar og ég er alveg viss að það sé núna komið á þann stað sem ég vill að það sé. Og þú pleysar síðan 2017 í 5. sæti. Já. Þú pleysar á leikunum í 7. sæti. Já. En þú ferði yfir í 5. út af því að Ricky Garoyd, hann var hvað var þetta? Eitthvað SARMS eða ekki? Já, RAT 140. Í alvegni? Þetta heitir það. Þetta er eitthvað þeir segja sko að þetta sé bara eitthvað next level geðvægt. Hann fellur svo að lyfjaprófi. Já. Og þetta er disqualifier. Fyrsta skipti sem einhver sem er á pódium er tekin niður. Það var stórt. Það var stórt og þú veist kom mér ekkert það mikið óvart. Veit ekki hverju. Já, var eitthvað Við hann þá sérstaklega? Já, hann var off sko, þú veist, við vorum svo að því að náttúrulega hann var treiningplanathlít. Já, ok. Þú ert sem sagt treiningplanathlít líka. Já, og hann var undir Yami og svo bara 2 vikur eða 3 vikur í games og bara pér hann í snörun 120 og maður bara svona, ok, fínt, ekkert eitthvað þakkjaðið. Svo viku fyrir games pér í snörun 125 og maður bara eitthvað, what the fuck, hvað, af hverju? Svo bara games pér bara 130. Já. Og maður er bara svona, já, hvaða performance er þetta heila? Skilur bara sick engine. Ég hef sjaldan séð annað eins. Bara þú veist, þessi gæja var svona 4% fita, max. Geðveikur í öllu. Átti 1 og 1 kannski svona inefficiency í einhverjum hreyfingum sem er ekkert mál að laga. Og ég veit ekki af hverju ég trúði ekki geðveikt fít gaur. En það var bara eitthvað, það var eitthvað shaky við hann og var mjög sad samt að sjá að það hefur verið þetta.
En hvað segir þetta þá annað og fyrsta sæti? Hver áttur í öðru? Já, Mannaði ekki. professor Brent Fikavski. Já, alveg rétt. Nei, hann flottur. Já, einmitt, maður veit náttúrulega ekkert með þetta en ef hann að performa svona ótrúlega vel og á einhverjum efnum en samt einhver að vinna hann, það setur alveg spurningamerki við allt heila klappið. Já, það gerir það. En það ótrúlega erfitt að koma að staði nema veit það. Já, þeir voru náttúrulega allir testaðir, eða ekki? Jú, þeir eru náttúrulega allir testaðir. En ég verð bara að ganga út frá því að ég sé að keppa á jöfnum grundvelli, skilur. Það þýr ekkert annað og ég er bara alltaf að fara í fílu að ég vil anstöðu mörgum stigum rótaður, eða eitthvað hér. Það þýr ekkert. Nefnum bara þess að koma í ljós eða þetta kemur í ljós. En þú ert eiginlega klikkað við þetta, ég náttúrulega fekk að sjá þetta þriðja sætis performance svo skýrt og mann langaði alltaf að sjá það aftur. Já. Þú, þegar þú lendir í 5. sæti núna síðast, þú ert 6 stigum frá þriðja sætinu. Af 1000 stigum eða eitthvað. Já. Og ég er ekkert ánæður, ég var ekkert ánæður. Ég var ekkert ánæður 2016 og ég var heldur ekkert ánæður í fyrra. Ég er ekkert ánæður með 5. sæti, skilur. Ég var búin að lenda í þriðja, það var 2015. Sem ég langaði bara í annað eða fyrsta, skilur. Þriðja, annað, fyrsta, bara aftur á pódium, bara til í það, skilur. Bara ég var ekki ánægð með þetta og ég bara hélt bara ég veit ekki hvað það er. Stundum bara nú myndi fólk segja bara gaur þegju, þú ert búin að enda top 10 3 ára röð, en einmitt, það er málið, ég vill gera betur heldur en árið áður. Ég ætla ekki að sætta bara það er bara top 10 ánægður. Ég vill bara gera betur alltaf. Við erum talað þá transformation frá því að þú varst mögulega að bara segja takk og bless, ég er búin að fara games 2 svar yfir það að segja þriðja sæti er núna standardinn. Já. Og ég ætla að mæta aftur og ég verð ekki sáttur fyrir að ég lendi ofar en það. Algjörlega. Og þú ert búin að gera svolítið róttakar breytingar á allan frá því að þú varst að keppa á Games 2015. Já. Þú ert komið með 9 þjálfara. Já, eða í almennilegu sambandi við prógrammið sem ég er búin að vera að followa síðan ég byrjaði. Segðu mér aðeins, hvað er, þú ert eini íslenski kallkynskeppandinn sem á einhvern séns í CrossFit keppnina eins og hún er í dag. Já. Hvernig ert að æfa og hvað er búið að breytast núna síðan 2015? Af hverju áttu séns á móti öllum þessum gæjum? Þannig að, já, einmitt, 2015 þá bara breytist hugafæri svolítið líka. Hvernig? Það breytist þannig að ég var að fara að æfa næsta ár ekki bara til þess að qualify regionals og vona það besta á komast á games, heldur actually gera damage á games og vita sjálfur að það er það sem getur gerst og það sem ég vill að gerist. Svo er bara allt saman tekið einhvern veginn á annar level, næringin er tekin á betra level, ég fæ hjálp frá RP. Æfingarnar, ég er miklu betra sambandi, núna er ég bara í daglegu sambandi við þjálfara og ég er bara actually með personalized program sem var aldrei neitt fyrir 2015. Það byrjaði kannski bara 2016. Og það er svona að færa allt bara svona upp á aðeins hærra level og það er það sem að hefur verið svona mesta breytingin og það sem hefur actually gerst er að líkaminn og ég sé að höndla álagið og geta æft meira. Það er það sem ég sé mestan mun á og svona ég höndli hlutina mikið betur bæði mentally og líkamlega. Það er mjög klassist að labba niður í CrossFit Reykjavík og sjá þig, Anni og Fredrik vera að æfa saman með púlsmæla og tölur upp á sjónvarskjánum hliðin á okkur. Já. Hvað snýst það allt saman? Þannig að sérstaklega á undirbúningstímabili þá erum við bara að byggja okkur aftur upp. Undirbúningstímabili er hvaða mánuðir? Það er sérstaklega bara eftir games, tökum við góða pásu eða þannig, maður er alltaf einhvern veginn komið niður í gym svona 400 setna en prógrammið, byrja kannski 2 vikur setna, þá erum við byrjað aftur. September? Já. Miður ágúst? Já, ágúst, miður ágúst, lok ágúst, eitthvað þannig og þá erum við bara að byggja aftur upp, við erum að byggja styrk, við erum að byggja bara svona base conditioning og þá notumst við sérstaklega mikið við svona hjartslátamæla af því að við ætlum að byggja upp. Við ætlum ekki að vera í því að byggja upp loftfyrt þol á þessum tíma
heldur loft háþól. Þannig við ætlum að fá okkur almennilegt conditioning í rauninni, stækka vélina fyrir síðan komandi átök. Ok, þetta er mjög áhugavert. Já. Þetta er sem sagt, þegar þú ert að segja loft fyrt, þá ert að tala um anaerobic. Yes. Og þú vilt byggja upp aerobic. Yes. Það er þannig. Hvernig virkar þessi kerfi? Og fyrir þá sem þekki ekki inn á þetta, hvernig veit ég í hvaða hvað sem ástandi eða kerfi ég er að æfa hvenær og hvernig lýsir þetta sér? Þannig að það sem þú ert að fyrst að byrja að gera er að þú færir hvaða heart rate monitor sem er eða program, skiptir ekki máli, og þú þarft einhvern veginn að finna max hjartsláttiðinn. Bara hversu þú ert að ganga fram að þér. Þú ert bara að ganga fram að þér, bara til að sjá hversu hátt þú kemst. Og röglega margar æfingar til þess. Já, ýmislegt sem hægt er að gera. Þú gerir hvað? Við tökum próf sem heitir deflection test og er tekið á assault bike eða assault hjóli og íslenska assault hjól og þar byrjum við á að halda síðan 50 RPMs sem bara hraðan 50 sem er ekkert mál fyrstu mínútunni, mínúta 2, 52 mínúta 3, 54 hækkar 2 RPM sem hraðan á hjólinu heldur því í mínútu þangað til að þú bara brotnar og bara getur ekki meir. Og þetta er bara svona svipað eins og að hlaupa alltaf hraðar á þangað til að bara þú gefst upp. Einmitt. Þannig að bara hjartslátturinn er bara gersamlega stígur upp þangað til að þú getur ekki meir. Okay, þannig að alltaf smá faktorar. Okay. Eins og til dæmis að ef að hjólið er mjög þungt þá gæti að vera lærin sem að halda svolítið aftur að þér, en þetta er bara svona ein leið til þess að koma að stað svona estimated max heart rate. Ok, og þú ert komið með hann og hvað svo? Komið með hann er 195, segjum það, hjá mér allavega, og þá sjáum við líka hvernig í þessu testi, hvernig er hjartslátturinn að stíga upp. Er hann að stíga upp í mjög flottu grafi, bara, þú veist, stígur bara svona jafnt og þétt upp í 195, eða er hann á einhvern stað að taka stór stökk, segjum á milli mínútu 6 og 7, er ég þá að fara úr 140, bam, beint upp í 160 og það gefur þá þar til dæmis til kynna að þú getur verið að vinna og þú getur bætt þig á þessu sviði vegna þess að það sem þú vilt að þetta sé er þetta stígi hægt og rólega mjög þétt í svona flottu grafi upp til þess að þú sért með svona fullt kontról á öllum sviðum hjartsláttarins í rauninni og þá í rauninni sendum við bara þjálfarunum okkar niðurstöðunar og hann les í rauninni þannig sér úr þessu og prógramar frá þessu á þess að ég veit nákvæmlega hvað á þess að ég fara að bulla eitthvað sem ég veit ekki en þá er þetta nokkuð neginn þannig en þú veist, þetta er náttúrulega kerfi, þetta er bara zone þetta eru 5 zone 1, 2, 3, 4, 5 zone 5, þar ertu bara í peak heart rate, þar ertu í þessu anaerobic eða loftfyrta svæði sem þú getur í rauninni ekkert unni lengi á þú veist, það er svona eins og að spretta 400 metra tegur rétt rúmlega 1 mínútu eða eitthvað og það virkar svo þannig ef ég skilda rétt aerobic og anaerobic að aerobic er ef þú myndir fara út að skokka og þá erum við að tala um að skokka þá ert í þeim sónum þá ert í loftháðu kerfi út af þú í rauninni líka með notast við súrefni það bara andar og heldur sér góðum en ef þú fer síðan í æfingar svo Fran sem er 21-15-9 þrösterar uppbyggingar bara sprengja og er bara go þá segir líka minn, ok, við erum ekki að fara að keyra á súrefni, við erum að fara bara í loftfyrt og þú veist, og við getum ekki haldið þetta út lengi en þú hugsa bara, ok, ég þarf að halda þetta út og ég þarf bara að þrauka sársaukann og ég veit ég verð búinn og mér mun líða skelfilega þar ertu raunin að þá að æfa 2 eða mismunandi zón eða mismunandi, þú veist, kerfi Ok, og þetta er munurinn á loftháðu og loftfyrtu kerfi og í off-seasonu þá byrjiði að byggja upp stærri grunn af þessu loftháða kerfi sem eru lægri zónin, zón 1, 2 og 3 kannski 1, 2, 3, eitthvað 1, 2, 3, 4, ég held að 5 sé ef ég man rétt að það sé þá bara í rauninni þetta alveg upp í rallærinu eða svoleiðis og þá eru við bara að byggja upp conditioning og styrk þannig er það svolítið og það gengur alveg þangað til open er svona bráðum að fara að byrja kannski februar, eitthvað þannig og þá byrjar þetta svona aðeins að breytast þú veist, þá eru að bæta inn meira af svona interval training og það sem þú ert að vinna á hærri hjartsláttum, recoverir á milli neglir aftur, recoverir á milli neglir aftur, skilur við fá svona mismunandi intensity inn í æfingarnar eða stimulus inn í æfingarnar Ok, en ef ég var að fylgja þér eftir á prógrami miðað við seasonið með árstíðunar og hvernig
keppnisísunni virkar, þú veist, í september, oktober, november, desember, hvernig er típisk æfing? Þá samt, já, bara segjum svo að þetta samt alltaf crossfit æfingar, en ég notast mikið við bara róður eða bara hlaup eða bara hjól, skilur notast mikið við það, en það sem maður má heldur ekki gleyma er það að þú veist, þetta crossfit, þú þarft að vera að gera crossfit æfingar, það þýðir ekki bara að ætla alltaf að fara út og hlaupa í 15 mínútur á þessum hjartslætti, þú getur gert það, en þú veist, þú verður líka að æfa thrustera, þú verður líka að æfa chest to bar og allt þetta movement og koma því inn í leðinni. Þannig að þú veist, þetta breytist, þú myndir örugglega ekki sjálfur sjá miklar breytingar nema bara það, þú veist, við erum að bæta inn hinn og þessu öllum eins og svo núna erum við að gera mikið af svona mjög hörðum 25 sekúndna assault bike sprettum bara til að bæta sér lactic threshold. Og það ertu náttúrulega 100% í loftfyrðu. Já, það þú ert bara að drepa þig. 25 sekúndur í vinnu, 4 mínútur í pásu. Já, pældi því. Og þú heldur að þetta sé auðvelt, en þetta er bara það versta sem þú munt bara gera forever. Það er líka pointið með CrossFit svolítið, að þú veist, þegar maður labbar inn í tíma og maður sér eitthvað, 25 sekundur í vinnu og 4 mínútur í pásu, nice, þetta verður ekkert rosa erfitt. Já. Og allt í lagi, þú klárar æfinguna og þið fannst þetta ekkert svo erfitt, þá er það bara út að þú fórst ekki nóg rætt á þessum 25 sekúndur. Já, það er málið, Þú ert bara ábyrgur fyrir því að gersamlega eyðileggja þig. Já, og þú verður bara að gera það. Það verður bara að vera þannig. Og þú veist, við byrjum svona fyrst 10 sekúndur. Og það er 10 sekúndar sprettur. 10 sekúndar sprettur í hjóli. Og það er runni, þú höndla það alveg, sko. Af því að það er ekki orðin alveg nóg mikið til þess að þú verður það súr, skilur eftir 10 sekúndur. En svo byrjuðu svona hækka tíman, skilur og fóru næst upp í 15 sekúndur. Og ef þú náðir að gera 6 til 8 spretti með alveg jafn mörgum kaloríum, skilur að þá gastu að hækka upp í 20 sekúndur. Og núna erum við búin að vera að vinna í 25 sekúndur í max sprett á hjóli, pása held í 3:40 á milli og svo aftur. Minkar líka. Pásan minkar og markmiðið er alltaf að ná jafn mörgum kaloríum úr öllum intervalunum. Ef þú droppar, segjum þú náir 3, ég náði 25 kaloríum á 25 sekúndum, 3 sinnum, 4. nær 24, segð einni vinna, 5. nær 23, þá þarf það að stoppa. Þá ertu ekki tilbúin í þetta. Nei, þá ertu out. Þá ertu bara, ok, þú ert hættur að í rauninni performa svoleiðis og þú ert meira bara farin að kenna þér að grænda. En það er ekki markmiðið með þessu, það er að byggja upp þessi þolmörk. Þetta myndi ég segja að væri risastór breyting á þínum æfingaferli út af því að þetta er ekki stöf sem þú varst að pæla í fyrir 3-4 árum. Og hafði ekki hugmyndum, ekki neitt. Þú ert samt svona gæði sem skilur hvernig þið líður. Já. Þú ert mjög meðvitaður það. Ég held að þú þurfir ekkert rosa mikið að tölum til þess að segja þér eitthvað sem þú veist ekki út frá líðan. Hvernig er þetta að hjálpa þér þessar hjartsláttamælingar og að vita munin, eða að vita þetta aerobic threshold eða anaerobic threshold og Það var þægilegt, skilur, eins og í æfingum að ég líti baka og skoða á meðan ég er að æfa ekkert mikið að pæla þessu, nema ég eigi að vera því, en núna ætlum ég ekki mikið að pæla þessu, þó ég sé með þetta utan mig, þá skoða þetta bara eftir á, bara svona, ok, hvað var ég að hanga hér, þú veist, ég var í 180 í þetta langan tíma, vol er ég farin að, skilur, vinna á háum hjartslætti lengi eða eitthvað þannig. Og það sem að þetta hefur hjálpað mest er í rauninni bara hvernig ég á að preppa systemið fyrir átök. Þannig að þú veist, eins og á regionals mun ég vera með þetta í upphituninni til þess að sjá hvort ég sé ekki örugglega alveg komin búin að fara nógu hátt, sem gefur mér það til kynna að ég er búin að preppa þetta system fyrir það sem ég er að fara að gera. Þannig að ef ég væri að fara að gera eitthvað mjög harða, stutta neglæfingu sem að þú þurfti bara að vera á gjörsamlega blastinu bara í 5 mínútur, að þá myndi ég vilja að hjartslátturinn minn væri búin að fara mjög hátt í upphituninni, en þá er ég að preppa fyrir það. Þú veist, þá verður ekki jafn mikið sjokk þegar ég kem inn á gólfið að því ég er búin að fara upp í upphituninni. Og það þreytið þig ekki fyrir æfinguna? Nei, ekki að því að ég er í svo stuttan tíma að uppi. Ég bara fæði svona smá touch, fer tilbaka, droppa niður.
og svo byrja. Þannig að það kostur nú það að æfa með hann hjartsláttamæli er að þú þekkir allar tölur og veist í hvaða zónu þú ert að vinna á hvaða tíma. Já. Síðan kemur að því að þú ferð í stóra keppni, mikilvæga keppni og þeir henda í þig stuttum sprett eða langri æfingu. Þeir hendi í þig bara, þú veist, 10 km hlaupi. Hvernig myndirðu, þá ferðu að púlsmælinum og mælitækjunum og hvað reynir að lesa? Hvernig reynir að hita upp? 10 km hlaup, þá myndi ég freka preppa movementið. Þá myndi ég freka sjá til þess að ég sé að hlaupa rétt. Að ég sé að mjöðmyndar séu ekki stífar, að ökklarnir séu góðir, hnén eru góð, axlirnar að hreyfast rétt og síðan myndi ég alveg preppa systemið. En ég myndi aldrei þurfa að fara hérna hátt upp eins og ég væri fyrir stuttaæfingu. Og það manstu þegar að við vorum að ræða þetta líka daginn með Chris Hinshaw. Já. Hann heldur fyrirlestur endurance og hlaup og allt þetta fyrir ykkur í Mallorca og hann að tala að þú þarft fyrir einhverja æfingu sem að fara að keyra á ákveðnum kerfum að þýðir ekkert fyrir þig að fara inn í þessa æfingu án þess að vera búin að hita upp ákveðin kerfi þegar þau eiga að taka við bara orkugjöfinni í líkamann. Hvað snýst þetta mál? Já, þú veist, segjum svo að þú veist, ok, segjum bara að þeir myndi hendi inn í 1600 metrar hlaupi. Míla. Og ég myndi ekki hita almennilega upp, ég myndi ekki ná hjartslættinum nógu vel upp áður en að ég myndi fara inn í hlaupið. Það myndi rauninni bara þýða það að í fyrsta lagi þá myndi ég ekki, annarkvort myndi ég byrja of hratt, eða byrja það hratt að ég gæti ekki haldið út 1600 metrar hlaupið, eða þá að ég myndi þurfa að byrja hægar til þess að í því hlaupi þá væri ég rauninni bara að hita upp fyrir það. Fattarðu? En ef ég myndi fara of hratt þá myndi ég krassa mjög fljótlega, en ef ég myndi ekki vera búin að hita nógu vel upp þá myndi ég þurfa að byrja hægar til þess að hita þau upp. Skilurðu mig? Og þess vegna viltu vera búin að hita þau öll upp til þess að þau geti síðan tekið við hvort af öðru. Þannig að mjög líklega í 1600 metrar hlaupi eru 400 metrarnir í lokin að fara að vera helvíti hraðir og mjög trúlega hraðari heldur en fyrstu 1200. Og það þýðir það bara að þú veist, þú þarf þá að vera tilbúin að þetta kerfi sé tilbúið að taka við af hinu. Hvernig myndir þú hita upp þessi kerfi? Hvernig veistu hvernig þú ætti að hita þetta upp? Af því ég þekki bara inn á mína hjartslætti. Ég þekki hversu hátt ég þarf að fara til þess að þau séu orðin heit. Og hvað eru að tala um í hjartslætti? Já, og ef við hugsaum þetta eftir zónum 1, 2, 3, 4, 5. ég myndi vilja fara aðeins upp í zón 5 bara til þess að fá nokkra sekundur þar. Það hæsta zónið? Já, sem að fyrir mig svona 174, 175 beat per minute. Og þá býst við þá að púlsinn fyrir upp í það alveg undir lokin? Já, og meira það. En ég vil bara snerta það og svo koma tilbaka. Og þú vilt meina að ef þú snertir ekki þarna á undan, þá þetta kerfi bara kalt og þú ert að byrja að ræsa það þegar þú ert að klára þessa 400 metra og það bara enga veginn tilbúið í að hjálpa líkamannum áfram. Já, það minna klárt í það og það væri ennþá minna klárt í það ef þetta væri mjög stutt æfing. En 1600 metra hlaup sem alltaf að fara að vera 5 mínútur? Nei, 6, 7 mínútur, skilur, eitthvað svo leiðis. Þannig að besta sem ég myndi segja við þig væri, segjum að ég að fara í 1 mínútu, 2 mínútur max kalori á saltbike. Kæmi inn að kaldur versus kæmi inn í það heitur og væri búin að svitna og fá hjartslátinu upp. Þú veist, hvort heldur að væri betra? Já, augljóslega heit upp. Eða annað dæmi. Hvort verður til að þú ert að fara max í snörun og þú heitur upp með stöngina 40, 60, 80, 100 eða þá þú heitur upp með stöngina og setur 100. Hvort myndi ég líða betur? Ekki einu sinni með orkukerfi heldur líka þarna ertu komið með svo flókna hreyfingu og maður oft, þú er náttúrulega lent í þessu þú hlýtur að hafa snarað mjög þungt og ekki verið tilbúin í það. Þetta maður kann ekki að hreyfa sig svona. Nei. Þetta ekki hægt. Sama hvað svo oft maður hefur gert þetta, maður bara svona nei, oh my god, ég hitt hana þarna og maður bara í miðju lofti á leiðinu undan og bara þetta að fara illa. Já, þetta að fara illa og þetta verður bara vont. Já, eins gott ég lærið 5 leika til þess að bánsa frá þessu. Herðu, mér langar svolítið að taka líka með þetta út. Þetta svolítið advanced og svolítið erfitt fyrir fólk til að heimfæra þetta. En CrossFit eitthvað mesta geek sport sem þú finnur. Reyndar, ég geði það eins og hjólreiðar og hlaup og allt þetta. Þú veist, þar fólk
að gíka yfir sig með hlaupaskó og gél Já. og þú veist Alltaf að nota eitthvað svona dót þú veist, CrossFit er 100% þannig Já, bara þú vilt eiga Ríband hnélífar Já. þú vilt eiga Nano 8 já þú vilt eiga einhverjar game stuttbuxur Og svo hatar Metcon eða þú ert í Nano já, nákvæmlega Já. og síðan náttúrulega hatar því finnst Nano ógeðslegir eða þú ert í Metcon Já, það er bara, já það Við erum rígur alveg hérna á sko. milli Já. þarna samt sko eins og þegar vorum að byrja þá var þetta alltaf spurningu þú veist hvað á maður að borða hvers oft á maður að æfa hvernig á maður að æfa hversu lengi á ég að sofa og allt þetta hvernig þú veist, getur þú aðeins gengið í gegnum venjulegan dag og venjulega æfingaviku með þér Viku okay. já, tökum það Þannig að ég bara Þetta er alltaf, þetta er voða systematist Þetta er allt í rútinu og ég borða yfirleitt alltaf það sama ok, og það er náttúrulega út af því að æfingaprogrammið kemur frá the training plan og mataprógrammið kemur frá RP-streng Já, eða þess að mata hlutföllin hlutföllin Þannig að ég ræði í rauninni hvað ég get En ég veit að ég þarf að fá svona mikið kolvetnum, fitu, próteini Ok, þannig að þú veist, ég vann alltaf mjög líklega í kringu svona 7:30, kannski 8 og ég byrja að æfa 9:30 bara 9:30 bara, þú veist, það er bara þannig að ég er bara klár 9:30 alltaf, alla daga, skiptir engu máli hvenær það er þessi æfing tekur svona 2 tíma en ég er búinn 11, eða svona 11:15 kannski búinn svoleiðis, svona 1:45 eitthvað svoleiðis og stundum dregst þetta alveg til, þú veist, 12 þannig að það er svona 1:45 til 2:15 fyrsta æfingin alltaf eftir það, þá fer ég bara heim borða, ég bý hinum megin við götuna bókstaflega þannig að það tekur mig 30 sekundur að labba heim það er ég bara að elda borða, ætla að vita hvað er með? yfirleitt bara hrísgrjón, kjúkling 75 grömm af kolvetnum í hrísgrjónum sem eru svona 290-280 grömm af hrísgrjónum og svona 140 grömm af kjúkling sem er svona bringa svo fer ég bara að sofa eftir morgunæfingur Já, svo fer ég bara aftur að sofa það er kannski 30-40 mínútur bara að sofa og þú veist, það bara er geðveikt sumum finnst ömlegt og þú veist, það er allt í góð með það mér finnst bara mjög þægilegt að sofa að því að þú veist, sérstaklega að fara í sturtu og fara að sofa þú veist að þá vaknar svona aðeins meira endurnærur og tilbúin ég að gera þetta aftur svo bara fer ég á æfingum 2 kannski klukkan svona 2, hálf 3 og það getur verið að ég sé síðan að þjálfa seinnipartinn að þá er ég búinn þú veist svona 4 stundum hálf 5 og já, ég er mikið fan af því að þjálfa seinniparta mér finnst það gaman, ég fíla aksjón á kvöldin og fólk að gera eitthvað og þú veist þá líka er ekki að pæla í því sem ég var að gera heldur er að pæla þú veist, gera eitthvað með öðru fólki og þetta skiptir stundum er ég að lifta á mótnana stundum er ég að taka conditioning á mótnana og svo öfugt þannig að það er ekkert eitthvað system endilega þar svona er þetta alltaf mánudag, þriðjudag, nú er ég að tala um á off-seasoni nú er ég ekki að tala núna mánudag, þriðjudag, miðvikudagur er active recovery og þá er ég mikið að fara út að hjóla sund, hlaupa úti einhvers stað gera stöf sem fyrir utan gymmið í svona 40 minútur til klukkutíma á einmitt svona low heart rate þannig að þá er ég ekki að fara upp fyrir svona 137 kannski upp í 140 og mér finnst það hleypa blóðflæði á stað recoveryið er meira recovery verið fyrr og ég finn þvílíkan mun ef ég gerir þetta á hvíldardegi versus ef ég gerir það ekki þannig að þú tekur aldrei algjöran hvíldadag Nei þú ert að hvíla í dag Já hvað gerir þú til þess að hreyfa þig? Núna eftir? Já Ég fer á eftir að hjóla í klukkutíma cirka svo fer ég niður í gym tek kannski svona 30 mínútur í mobility og svo er ég búinn þannig að það er ekki til neitt sem heitir bara hvíldardagur höður Nei, þú veist og það er þegar þú ert komin upp á lægi með þetta þá er það líka bara óþægilegt fæ bara hausverk þú veist líður illa svona verð svona byrja svona fá bara svona svitna aðeins og svona bara svona shit þú veist ég verð að ná þú veist það verður eitthvað að gerast og þú veist þetta er ekkert eitthvað sem ég þú veist þetta er bara búið þetta er bara varð svona mér finnst bara gott að hreyfa mig blóðflæði á stað og þú veist mér finnst ég bara aldrei almennilega vakna nema það gerist En þú tekur morgunæfinguna og ég veit að það er margir sem að vilja æfa á mótnana og og eins og þú segir það fer svolítið á víxt hvort þú sért að taka styrk eða endurance eða conditioning eða hvað sem er Hvað ert að borða? Á mótana? Já. Alltaf Fyrir æfingu? Já, alltaf 60 grömm af höfrum, bítil hafragraut smá hunang út á nýmjólk og svo 4 spældegg Þetta er bara, og kaffi, þetta er alltaf svona
og Þetta er æfir boring. hversu Þetta er mjög boring. Þetta er mjög boring, geði það já. En hérna, hversu hvernig æfir þú síðan eftir þetta? Já, svo það er svona klukkutími eftir á, þá er ég farin að lifta eða gera conditioning og ég finn actually alveg mun hvort ég sé að lifta á mótnana eða seinnipartinn, eðlilega, þú veist, það er bara scientifically approved að þetta sé þannig að þú ert meira respondant fyrir því að gera betri hluti liftingulega sé seinnipartinn og ert meira, þú veist, og á mótnana sé mjög góðu tími til þess að gera conditioning. Já, en þú mátt ekki vera of þægilegur í þeim málum út af að síðan kemur Dave Castro og segir hæ, þegar mæta klukkan 4 nóttina og þeir eru að fara að max í snurr. Já, þú veist, það er mitt málið. Þess vegna Er það málið fyrir því að þú ert að rótira mix þessu upp? Okay. Já. Út af að þú vilt bara vera vanur í að gera þetta? Já, og stundum er ég bara að hugsa stundum tek ég bara æfingar klukkan og bara á sunnudegi klukkan 7 morgun. Af því bara? Já, bara af því að það gæti alveg verið þannig. Og þú veist, og það er bara svona mentally svona styrkjandi að geta bara peppa sig, hei, við erum að fara núna og þú veist, svo er ég alltaf einn. Þú ert hann Ég er Erik Lág alltaf Kellner sem var að þjálfa þig, var svona olimpíski liftingaþjálfariðin. Já. Hann barði einu svona saman við Dorian Yates. Já, The Shadow. Og það var gæi sem ég var að horfa á allt. Það er geggjaður. Bodybuilder sem að lifti einhvers staðar í Bretlandi inn í einhverju hólu og sko erum að tala að þeir fóru niður í einhverju hólu einhverju dýflísu og menn voru bara, herri, ég er ekki að fara að stíga á þetta gólf þetta er bara, það er smittætt að vera að stíga á þetta gólf. Ég var deg. Hann fer þarna inn í einhverjum nýstingskulda, treður snjó hugsandi alla gæjana sem er að lifta á Muscle Beach og er í Kaliforníu kerendum á blæjubílnum sinum. Hann fer á nýjasa hólu, hann eyðileggur sjálfan sig og hann lappar síðan upp á svið og Mr. Olympia tekur af sér kufflana og bara fólk gapir. Já, við erum að tala að einmitt, fólki fannst hann bringaði bara next level cut inn í og bara stærð og cut, bara lítil fituprósenta versus geggjaðir bara stórir vöðvar. Hann kom bara svona lifti bodybuilding yfir hann á næsta level á þessum árum. Það er líka svo geðið að heyra hann. Kallaði The Shadow, Kimbrough, Birmingham einu svona ári til bara hvert fór hann, Los Angeles eða whatever og keppir bara á Mr. Olympia og bara rústar og fer bara aftur heim til Birmingham. Já, og sérst ekki á hann. Nei. Hann var svo líka, og það er allir bara eitthvað, já ok, kemur með next level cut og stóra vöða, hann er bara auðvitað slá sterum. Já, við tölum við hann að gæja í dag, hann hefur, ég held að hann hafi aldrei tekið fyrir það en hann er að segja að bara guð minn góður, við vorum valla á sterum með það sem að gæjarnir í bodybuilding í dag er. Já, það er líka alveg satt og hann segir líka bara, þú veist, gaur þú veist, ef þú segir, þú veist, komdu með mér á æfingu, þú veist, hann segir bara, þú veist, komdu með mér á æfingu og reyndu að gera það sem ég var að gera. Hann var svolítið að innleiða þetta með að, þú veist, to failure, þú veist, það var ekkert eitthvað svona þetta byrjaði að svíða, það var bara, herðu, það er bara failure, líka hann er bara búin að neita og hann talaði að þegar hann tók lappadag leg day þá tók hann bara einu sinni í viku og hann gat ekki tekið hann oftar. Það var bara ekki hægt. Og hann var að tala bara að setjast á klósettið í nokkur ár var bara martur. Þetta var bara, ég veit, þetta er mjög interesting, þetta er geggjað gæi. Mjög áhugur og ég mæli með því að allir hlusta á viðtölun. Ég held að Tim Ferriss, Joe Rogan og London Real einmitt, það er frábært við það er alveg besta af þessu. Þú veist, það er bara að sjá hvernig þessi gæi var að æfa. Þetta samt, þú veist, með þetta threshold, bara sársöka threshold og að vera tilbúin að æfa, þú veist, hversu oft lendir í því að þú bara nennir ekki á æfingu. Og þetta er náttúrulega einhver mesta rútína sem að þú ert búin að koma þér upp. Lendir eitthvað tíma í það bara? Nei, ég er alveg nei, það gerist ekki. Þannig að þið er eitthvað búin að án jokes, búin að blokka á allt svo mikið að þetta gengur bara svo mikið fyrir að þetta er bara svo mikið, þetta er svo geðveitt náttúrulegt og þetta bara gerist bara og mér langar bara að fara því að þú veist, ég er að fara að gera þetta eins og ég hafa aldrei gert þetta áður. Það er alltaf, mér finnst alltaf eins og ég sé alltaf að fara að gera eitthvað nýtt en ég er að gera þetta, þú veist, endalaust. Ég held að bara, já ok, ég er að fara að gera já ok, að ég get farið í hefi single í snörun á morgun og þá er það bara eins og ég sé ekki búin að gera það geðveitt lengi en gera það kannski fyrir 3 dögum. Er að fara að gera 25 sekundur á saltbækinu? Já ok, ég bara fengið að gera 20 sekundur. Já, þú veist, eitthvað hér
og það bara svo allt annað sem kannski allt annað sem fær bara að sitja á hakanum og mér alveg sama. Þú ert að tala í þínu lífi, þú ert ekki að tala bara í æfingum Nei, mér bara einhvern veginn alveg sama. Hvað situr á hakanum? Bara það sem fólk gerir bara venjulega á daginn, það er boðið eitthvað, ég veit ég hef alveg átt að vera að segja þetta en verið boðið eitthvað á að fara að gera eitthvað það er svona reynir bara að koma stundagi að því það hefur actually þó að vera á milli æfinga það hefur það bara actually áhrif að ég er bara svona að vera svona slói einhvern veginn og missi kannski að við að geta nappað og kannski einhverja freistingar? Já, freistingar, ég hitti félagann ekkert mikið og svona sérstaklega eins og á þessum tímum sko og gerða það í fyrsta skipti í gær bara í 3 mánuði eða eitthvað 2-3 mánuði og það er bara hannig, skilur þetta er bara orðið það mikið, þetta er bara orðið það svona einhæft, þetta er bara svona einn vegur leiðin þangað, skilur að það er bara einhvern veginn allt annað sem að mér er alveg samum. Hvert er þetta á leiðinni? Podium finish hlóum að þessu vinna fyrir nokkrum árum. Já. En þetta er samt alveg rétt en sko, þér til varnar ég myndi valla segja og væri eitthvað félagslega heftur því að þú ferði yfir í eins og þú tala með að þjálfa. Já. Það gefur einmitt svona smá tón sko. Það eru allir í Hveragerði í CrossFit Hengli. Já, og Selfossi og eitthvað. Já, fólk er að keyra frá Þorlákshöfn yfir í CrossFit Hengil. Já. Það er galið. Ég myndi ekki að keyra meira en 10 mínútur. Já, ég veit, þetta er menn eru bara til að hitta kallinn. Nei, til að hitta kallinn, þeir eru bara eina sem er að bjóða upp á þetta. Já, ég veit. Jú, þetta er búið að vera hell of a ride þannig í Hveragerði að því að að opna CrossFit-stöð í Hveragerði í bæ sem að 2500 manns búa í er ekkit endilega eitthvað success en það er bara gengið fáránlega vel og gengur geðveitt vel. Hversu mikilvægt var það fyrir þig út að ég veit þú þjálfar og þú gaman að því og náttúrulega var geðveitt líka fyrir fólk þetta er bara svona sama og gerist með CrossFit Reykjavík bara þegar að CrossFit Reykjavík á Animist loksins, það er bara svo geðveikt fyrir stöðuna og bara þegar Mjölnir á Gunnar Nelson bara, þetta er svo mikið level up fyrir stemminguna í þessu og ég veit þú hefur gaman að því að þjálfa upp á vissu marki en aftur á móti þá þurftur að halda þér uppi með því að þjálfa, þú varst að vinna við þetta og æfa, hvaðan er það eftir 2015 sem að stökki kemur það sem að þú varst íþróttamaður frekar heldur en þjálfari? Já. Þá byrjar að vinna við það að vera atvinnu íþróttamaður. Já, og þá líka er bara meiri, þá hefur meiri bara mögulega á því að gera betri samninga og gera eitthvað svona sem að hjálpa þér að vera aðeins meira pro-athlít og þar að leiðandi geta kannski þjálfa aðeins minna, æfta aðeins meira, hvílti aðeins meira. Já, ég meina þú getur ekki verið að fara heim eftir morgunæfingu og leggja þig fyrir nokkrum árum, þá þurfir bara þurft að fara að þjálfa þann tíma. Já, og þjálfaði oft bara alla daginn, tók alla tímana yfir allan daginn og var að gera það mikið sko. Getur við aðeins farið yfir sponsoramál, hvernig græðir maður eins og þú, hvernig getur þú unnið við það að vera crossfitari út af því að það er svo margir sem væru til í, það er svo margir sem mæta endalust niður í CrossFit Reykjavík og eru þar allan daginn og maður svona dáist að þessu en maður er bara svona það er langt í höfn hjá þér. Þetta er og ég er ekkert að horfa okkur einstaklinga en eitt bara fullt af fólki í Íslandi. Já, einmitt, og bara maður sér þetta svolítið í þessum jaðarsportum sko, eins og CrossFit og MMA og svona út af því það er ekkert þú ert ekkert bara í 3. flokki og síðan næsta árið þá verður í öðrum flokki síðan næsta árið er þessi flokkur og hérna kannski komin í A-liðið eða eitthvað, ég veit ekki hvernig það eina sem verður er eldri og að koma yngri gaurar á rústaðir einmitt, og þú vart bara minni tíma eftir að lífið þínu sko. Já, þannig að einmitt, það sem að gerist og það sem ég myndi mæla með fyrir fólk að gera sérstaklega ef segjum að sé ekki á games leveli en langar að komast á og hefur alveg fullt potential til er að byrja að safna sér reynslu, fara út að keppa þó að það kostiði pening en það er samt að núna eru keppnir orðið þannig og það er bara betra heldur en þegar ég var að byrja að keppa fyrst að það er orðið bara actually góð peningur bara fyrir að lenda í 3. sæti á einhverju móti í Frakklandi sem var ekki, skilur og borga kannski alveg niður fyrstu 10 sætin eða eitthvað álíka og það er líka bara geðveik reynsla að gera það svoleiðis en hver var spurningin?
Spurningin var hvernig þú græðir pening á því að Já, vera crossfitari Eða hvernig Já. þú lifir á því að vera crossfitari Já, Ég er þú ekkert eitthvað að tala um, þú veist, Nei. hvernig verður maður milljónamæningur Ég er meira bara að pæla, bara, þú veist, þú ert einn af mjög fáum Já. og í rauninni heppnum þó svo sé náttúrulega vannst fyrir því að geta bara unnið við þetta Já. að þú ert ekki í vesinni með að borga leiguna Nei. hver mánaðamót og þú getur samt eftir full force Já. Þannig að þú veist, það að þú sért með þennan titil Games Athlete er mikið opportunity að fá sponsora að vera í consistent top 10 eða enda á podium gefur ennþá betri möguleika á því að vera með ennþá betri sponsora en ég er nú ekki sérstaklega góður í þessum málum sko. Þannig að ég er líka bara með aðila sem að hjálpa mér við þessi mál og það hefur sérstaklega mikið breytt mínu lífi síðasti 2 ár. Það hefur breytt þínu lífi, pældi því. Já, það er bara 100% skilur, þú veist, ég var einhvern veginn bara þú veist, meira að hugsa þetta heldur en að reyna að gera eitthvað í þessu skilur, því að ég veit ekkert hvernig ég á að snúa mér, hvert að við hvernig á ég að tala. Sko, það sem umtalaður Erik Kellner, hann á að redda sponsor fyrir þig og það var hjá... Það var fyrsti sponsin. Segðu okkur aðeins, hver var fyrsti sponsin? Já, það var Erik Lá Kellner. Fórum á hamborgarabúluna og hann spurði bara hver ræður hér og spurði bara hvort að bendi bara á mig ertu til í að sponsora hann hamborgara bara 50% afslátt og hann bara já, for life sagðan og ég leta hann hafa einhverja mynda mér og eitthvað hann ætlaði að ramma hann inn og hengja hann á vegg Það er ekki að það koma að því? Nei, það er ekki komið að því en við erum að tala sko, þú fékkst ekki hamborgarana fría Þú veist 50% afslátt að það 50% afslátt Þessi var alltaf já, það er mjög gott Ég er mjög stoltur af þessu Ég spurði líka aðeins á blaðamannafundinum eftir Games bara eitthvað, og það var enga spurningar til þín Nei, það var allir eitthvað það var hver í fjandanum er þetta Já, bara eitthvað, það óvart laumaðist einhver spektator og ég er eitthvað er það rétt að þú sért eitthvað, varst að lenda í 3. sæti á CrossFit Games og er sponsorar á hamborgarabúlinu á Íslandi Ég var eitthvað, já, það er rétt sko. Það er rétt, borðandi pítsu Já, það var geggja moment já, mjög gott moment En þú sem sagt þú ert í svona þessar íþrótt sem að það er ekkert félag sem er að borga þér fyrir að æfa með þér Nei og þú færðir rauninni bara vinningsfé og síðan er það þessi sponsorhluti Já. sem er rauninni risastór Já, og þú náttúrulega vinningsféð mitt úr svona keppnum Það er Þú alveg náttúrulega- stór hluti líka hvað keppnir fyrir utan heimsleikana ert þú búin að vera að keppa á undanfarið? Dubai Fitness Championships Tók þátt núna, vann það núna og svo árinu áður rendi í 7. haldi Það er ekkert grín að vinna það Nei, það er bara stærsta mót fyrir utan Games Bara hands down langstærsta mót fyrir utan CrossFit Games Hvar lendi Sara í því? Hún er búin að vinna þetta sko Hún vann 2016 Hver vann þá? Veitu, jú, já Og hún vann 2016, Anni vann núna 2017 Já, Anni var með þér Já, þið tóku bæði titilin Íslendingar búin að taka Já, tóku titilinn sko Þetta var geðið En Þetta var mjög gott veganest inn í sísunni Þannig er alveg, þú veist, milljónir í vinningsfé Já Og já, þannig var, þú veist 7 miljonir Pældi ég hvað Rétt það er tæplega 7 miljonir Pældi ég hvað þetta er bara Reyndar ekki búin að fá að borga sko en Nei, við þurfum eitthvað að ganga eftir því Já, við þurfum eitthvað að græja þetta Já, ég fyrir í þetta Já En þegar vorum að keppa á Games 2015 Þegar við vorum að keppa á Games Þá varst þú með ég labbaði niður stigan í húsinu sem vorum í Anaheim og kom eitthvað Björgvin, 8k followers og klestan hjá þér 8? Já, og sko komin í 8000 followers Var það í alvöru ekki meira á þessum í alvöru? Þú varst áhorfandi á þessum heimsleikum fyrir fólki sko. Var ég með 8 og veitu og í Mallorca þú varst alltaf eitthvað að tala social media og við verðum að vera betri, ég og Sara en eitthvað og var Sara þá kannski dætt í svona 30? Nei, jú, sko, ég held að hún hafi eftir þetta, þá var hún komin upp í 70 Já. Eftir Games sko. Þú varst í 8k Já. og ég var alltaf að reyna að koma þér í að gera meira og meira Já. og og síðan, ég verð að sína þessa mynd, ég ætla að láta hann yfir vídeóið á YouTube en þú kemur frá Mallorca og ég er búin að láta að hafa hellinga efni og ég eitthvað, herru gamli, gerðu síðan eitthvað sjálfur, þú verður bara að taka myndir af því sem er að gerast og reynda að vera svolítið einlægur og gera eitthvað og þú tekur mynd þar sem þú ert með ferðatösku og sést í bara lappirnar að þér, ferðatöska og parkett og bara eitthvað sökka caption og hvernig var þessi? Ég bara eitthvað
Ömuleg, þetta ástæðan fyrir út með 8.000 followers. Já, ég man, þetta alltaf þegar ég horfa á hann ég hef alveg hugsað 2 og 3 bara shit, ég var að taka þess að mynda út af Instagram, hún er svo léleg sko. Það var mynd af mér, Reebok skóm og Reebok tösku. Já, og parketti. Og það var lélegt. En ég meina eins og nú ertu með, þú ert sponsorar af RP Strength. Já. Þú ert stærsti íþróttamæður sponsorar af Virus. Já. International. Það huge success. Já. Og X Endurance. Já. Og hvað ertu með fleira? RP, X Endurance, hvað var hitt? Virus og that's it. Þessi 3 sponsorar sem eru svona main sponsorar. Og svo er ég bara með, svo er ég einmitt bara í samstæði með sporturum. Já, ok. Og svo Reebok Ísland. Já, ég sá sporturum og gefa út auglýsingar með skó. Já. Þetta þú ert komin á það level að þú getur beðið peninga fyrir svona sponsor núna. Já. Hvað ertu með marga followers á Instagram? Tæplega 130.000. Já, þetta er búið að vaksa svolítið hratt undanfarið. Já. Þannig við þurfum að koma svo markmið, ef við tölum um markmið social media, 200.000 fyrir Áslög. Hver er að hjálpa þér með þetta? Snorri Baron Jónsson. Já, kongurinn. Mr. Já, hann þekkir heldur marga. Já, hann er að sjá social media af fleirum. Hann er að sjá hjá Söru. Hann er að hjálpa Gunnar Elsson. Já. Aron Einari. Já, hann er á fullu í þessu. Já. Hann svolítið, ég man eftir, ég er búin að þekka hann svolítið allan í nokkur ár og hann byrjaði að kíkja eitthvað á þessa CrossFit senu og hann eitthvað, hann Björgvin Karl, hvað málum með hann og var eitthvað svona skoð eitthvað samstarf með. Var þetta á tímunum sem við vorum på þetta svona byrja eitthvað? Þegar ég var svona byrjaði að tala við hann eða var þetta áður en ég byrjaði að tala við hann bara? Ég held þetta var, örugglega bara á því tímabili fyrir einhverjum, 2 árum já. Og ég eitthvað, Björgvin örugglega mjög fínt að vinna með honum en það er bara að segja ef hann svarar skilaboðum. Já. Út af því að þú ert svona þú ert búin að útiloka þig svolítið frá heiminum þegar þú byrjar að æfa þegar þú byrjar að æfa á fullu. Já, líka bara með venjulegt. Það er alveg, ég verði að bæta sko. En þú ert náttúrulega enga veginn jafn slæmur og Sara. Nei. Þú ert bara mjög góður í þessu með þessu. Það, hún sé bara, það er bara, hún svarar bara þegar henni langar til sko. Já, ef henni langar til. Ef henni langar til. En ég er að reyna að bæta mig. Þegar Snorri sendir, þá svara ég. Já. Það er bara verður að vera þannig. Nei, en ég meina líka, eins og við vorum að ræða þetta daginn, þú hefur bara einhvern takmarkaðan tíma í að vera bara peak performance athlete. Já. Og ef þú ert ekki búin að græða mestan peninginn af lífiðinu þá og reyna að maximæsa þá einmitt, þú veist, bara að fá borga fyrir að vera í einhverjum fatnaði og eitthvað svolítið, þú veist, bara sjálfsögðu átt að gera þetta og þetta sport er það ungt að þetta bara ekki breyk í, þú veist, fótboltalaun eða whatever og mun trúlega aldrei vera á því leveli, sko Nei, einmitt, það er náttúrulega, maður veit ekkert hvert það fer en þú veist, núna er til dæmis eins og Nike er komið inn í þetta Sara er í Nike Matt Fraser er í Nike, eða ekki Caraveb líka Já, eða ekki Tia, Reebok Þú veist, Virus eru að koma svolítið mikið núna finnst mér, en þú veist, þeir eru ekki eins og Reebok og Nike, sko, en það er svona, þeir eru svona hliðar Þeir hafa samt svolítið verið svona í, sko, underdog íþróttunum og verið svolítið underdoginn þar en þú veist, eins og í MMA Þeir eru það nefnilega Já, þú veist, bara John Jones var í, Virus-fötum og TJ Dillashaw Já, einmitt Það geði þetta sko og þeir voru vist bara klasi út að þið fíluðu það Já, sagði Ryan Já, Ryan á þetta fyrirtæki þannig að hann kannski talaði ofinni vel Já En mér langar aðeins að fara yfir út að ég veit að Sara hefur breytt mjög miklu í sínu hugarfari þegar hvernig hún æfir og bara hvernig hún hugsar Hvar stendur þú svona í því út að þú veist, þú hefur alltaf verið mjög skilld í að hreyfa þig og geta þú veist, þú líka eins og með weightlifting sem er svona flóknasti parturinn af crossfitinu myndi ég segja, hreyfilega séð þú hefur genuinely áhuga á olímpísku lyftingum þú veist hver Lucia Jung er og Ilja Iljin og allir þessi og þú veist hvað er snöruð mest og hvað er klingdjörkuð þarna og það er nefnilega svolítið málið það er einmitt það sem að Erik talaði svolítið það er að þú veist ok, viltu vera góður í weightlifting þú stúderaðu þá weightlifting ekki stúdera hvað Fraser snarar stúderaðu hvað þeir sem eru bestir í weightlifting í heimi eru að clean and jerka og snara og svo framvegis, við vorum að tala um marathon hlaupara í gær, ég og þú, eða fyrir það þú veist, stúderaðu þetta bara vá, hvað er þeir að hlaupa þetta hratt, skilur og þú veist, bara svona
teygðu þig út í mismunandi sport og bringaði það inn áhugan þinn, skilur og reynda að setja þetta svolítið saman og þess að tala mentally ég held bara að ég er búin að vera að keppa lengi bara síðan á 4 ára eða eitthvað og ég held ég sé bara mentally mjög svona sterkur og það er lítið sem að svona getur brotið mig niður og allt það og ég verður örugglega sár og getur orðið reiður og eins og gengur og gerist en eftir daginn þá verður líka að vera svolítið svona að þið sé svolítið sama líka það er ekkert heimsendir þó eitthvað gerist þú átt vini og átt fjölskyldu skilurðu og þetta er ekkert að fara að vera lífið sko endalaust. En þú samt sko, ég held að þetta sé eitthvað sem að þú hefur svolítið þurft að segja þér út af því að þú getur alveg orðið vel stressaður fyrir keppnum eða ekki? Jú, og ég verða og verða aldrei eitthvað minna stressaður en bara hef lært að nota stressið samt sko, vel og bara í gegnum árin, ekkert endilega bara í CrossFit heldur bara í öllu sem að hefur verið að keppi sko. Varstu bara að læra sjálfur af því sem þú lendir í og reflekta á það sjálfur? Já, bara eitthvað mistök skilur bara af hverju þetta gerast, hvað var í gangi hérna, hvað var ég að gera fyrir keppnina, hvernig varst að preppa, var eitthvað sem að ýtti sérstaklega undir það og varst meira stressaður eða af hverju, og svo veit maður líka það að stundum ganga hlutinni bara ekki upp, það veist bara alltaf að það er alltaf eitthvað að fara ekki eins og þú vilt að sé að fara. Bara games verður eða regionals verður að búa stuði það gerði verð hér heldur en þú helst og það er líka bara allt í lagi þá bara svæpar það á borðinu tekur bara næsta verkefnin fókusa bara á það bara nákvæmlega eins og ég er ekki svona spá smávegis í regionals því að það er ekki það sem ég hef kontról yfir núna það sem ég hef kontról yfir núna er æfingin sem ég er að fara á næst eða það sem ég ætla að borða næst skilur og bara fókus task at hand, skilur, eða svoleiðis. Á þetta líka við þau varst að taka æfingar? Já, 100%. Þá er bara það sem er í gangi hér, sko. Ég get ekki hugsað það sem er að fara að gerast þetta 2 vikur og þó svo ég væri að taka regionals æfingu, þá verði bara fókus á hana núna, af því að ég get ekki stjórnaði hvað ég gerir síðan eftir 2 vikur. Það kemur bara í ljós, þá. Það sem allir lendi í sem pröfa CrossFit og hafa gert það eitthvað tíma er að það gerir eitthvað vot og það er ógeðslega erfitt en það er ótrúlega gaman það klárar og bara eitthvað, vá hvað þetta er gaman, vá hvað ég búinn á því jari, getur sem ekki gengið í 3 daga með rifnar hendur en síðan kemur eitthvað svona æfing sem gjörsamlega eyðileggur þig og sko við erum að tala um kannski 20 mínútna æfing og þú ert búinn að eyðileggja þig, þú bara hitar ekki upp kerfin rétt eða hvað sem er, lítur á klukkuna og þú ert búinn með 6 mínútur 14 mínútur af þessu eftir. Einmitt. Hvað hugsar þú? Það lenda allir í þessu. Hvernig er hugafarið inn í þessu? Í fullir hinskilni, ég hef alveg lent í þessu og ég bara svona maður er í tíma, það eru 20, 30, 40 manns með manni og það þjálfar yfir og það er bara eitthvað, Snorri ekki kvíla núna, það er bara áfram og ég bara svona, núna verður bara gott að segja þér illt í öxlinni og hætta og fara bara í pottin já, það er hundvinnur sko, málið er að ég gæti ekki ég má það ekki ég vill það ekki, ég gæti aldrei ég vill ekki hætta, ég myndi aldrei stoppa ég myndi frekar bara klára þó svo að þú myndi það ekki skila inn skori eða fá það sem þú vildir út úr því þú bara, ég myndi aldrei hætta ég bara gæti ekki gert það og myndi þá frekar leita leiða 6 mínútur búnar, 40 mínútur eftir ég myndi byrja að brjóta þetta svolítið niður segjum við að gera 3 hreyfingar fókus á það sem þú ert að gera núna, brjóta það niður og hugsa síðan bara þér líður svona illa ég hugsa þannig, ef þér líður svona illa þá er öllum að fara að líða töluvert verð heldur en þér eða ég hugsa það mig og ég hugsa alltaf þetta er fucking skrítið sko ég hugsa alltaf ef það er mínúti eftir eða svona last push við skoðum að tala það hugsa tala alltaf sjálf mig Björgvin stoppar aldrei ég segi það alltaf en ég veit ekki af hverju, ég er búin að gera það mjög lengi það byrjaði á ég held ég að byrja að gera þetta á assault bike'i þegar ég fekk assault bike'i fyrst það leiti ég alltaf niður af því að fengum hana gefins assault bike'in og það var svona gáttu sett svona games miðan hana blái hjólin og það var svona CrossFit Games miði sem ég setti beint niður á hjólið, beint niður á stellið á hjólinu og þannig að þegar það vart fucking degja þá leiti ég svona niður og sé ég svona CrossFit Games og þá byrjaði ég svona að segja þetta
Björgvin stoppar aldrei þegar það er 1 mínúta að vera, þú veist, kannski 1 mínúta eftir og ég er bara að negla í lokin, skilur. Þú er basically bara að undirstrika hver þú ert. Já. Bara ég er Björgvin Já, ég er Björgvin og sá gæði stoppar aldrei. Sá gæði stoppar aldrei, en ég er svona að tala við mig að utan. Einmitt, þú Ég er talar um ekki þig í þriðju persónu. ég er ekki að hugsa þú ætlar ekki að stoppa eða ég ætla ekki að stoppa, hugsa ég aldrei. Ég ætla ekki að stoppa, ég sé alltaf svona þú ætlar ekki að stoppa eða hann. Þessi gæði sem er á þessu hjóli. Þessi gæði sem er á þessu hjóli hann stoppar ekki. Það er mjög cool, fíla það. Þetta er svona bara, þú veist, ég veit ekki, maður þjálfar þetta bara einhvern veginn upp og finnur bara einhverja leiðir til þess að líða betur í því að líða illa. Ég var með að tala við hann hérna Adda Sig, Arnar Sigursson, crossfitari og svona einna gömlu crossfitarunum, þó svo hann sé ungur. Já. En það veist, hann tók, já, samt orðið gamall strákurinn. Já, nei, hérna, 30. Já, 30. Já. Hann hérna tók, þú veist, hann tók út svona þetta keppnistímabil svona svolítið áður en að crossfit náði þessum hæðum sem það er í. Já, hann var svona 12-13. Highlight, 12-13-14. Já. Og hann hérna fór í marathon og hljópaði undir 3 klukkutímum. Og ég var bara svona að hlusta á þetta. Já. 42? 42,2. Já, hvað er pace aftur? 4:15. 4:15 og í 3 klukkutíma. Það er helvíti gott. Ég veit það. Það er helvíti gott. Ég veit það. Þetta er það sem ég er að hugsa og ég bara, en byrju, þegar ég hleyp 10 kilometra, þá hugsa ég eftir 6 kilometra, kannski ætti ég bara að hlaupa 7 kilometra. Já. Og hann var svona, þú veist, skildi sjálfsög hvað ég var að fara, en hann vildi meina að það væri ekki, og veist, hann var náttúrulega að gera þetta ultra challenge daginn sem tók eitthvað 21 klukkutíma að gera hérna róður, skíerg og einmitt. Þú veist, og hann sagði það er ekki optionin að hætta. Nei. Það er ekki option. Þú veist, það er bara annarkvort líður yfir mig eða ég klára. Já. Það er svolítið málið. Og þegar þú ert ekki með optionin að hætta, þegar þú ert ekki með optionin, herru mér illt í öxlinni, ég get farið og þú veist, ég er bara með safe way out, það er plan B. Þegar það er bara plan A og það er að klára, annars líður yfir þig, þá er það bara svoleiðis. Já, veist, já. Og eins og þú ert búin að segja, Björgvin stoppar ekki. Nei. Þá er bara, því miður, það er ekki annar option, bara þessi Björgvin hann stoppar ekki. Hann bara stoppar ekki. Og, veist, og líka það að ég stopp ekki, heldur ekki performa. Þessi hvað ég er að tala um. Það er munur á því að ég ætla að klára þetta 40 mínútna AMRAP og ég klári það eða ég actually klári það. Skilurðu? Að þú fáir það sem þú vildir út úr og að þú performir í gegnum 40 mínútur. Það er líka svolítið það sem ég geri. Það er ekki bara að æfa, heldur actually að æfa. Það finnst mér líka að vera svona tvennt ólíkt. Þannig að þú veist, já, æfið 2 á dag, en þú veist, æfið 2 á dag í 2 klukkutíma, eyði 4 klukkutíma á dag í æfingar, en með hversu miklu efforti, með hversu mikið ert að setja actually í það. Það gerir svolítið kannski upp á milli þeirra sem eru að þessu full time og þeirra sem að ná mjög langt í þessu sem að gera þetta full time. Áttu erfitt með að labba út úr gymminu og ekki hafa rústaðir eins og crossfit-æfingar oft leiða? Já, rústa mér eða vera ánæður með niðurstöðunar. Það er stórmunur að rá. Þú veist, ef þú klárar fran og þú ert búinn á því þá getur allavega gengið út úr gymminu og hugsa að ég er alveg búinn á því. En eins og snörun, þú getur unniður upp í single og lært ótrúlega mikið af því en þú ert ekki búinn á því. Nei. Ertu alveg, þú veist, lifir alveg í sátt og samlyndi við þá? Já, það er alltaf leið. Svo lengi sem ég lærði eitthvað af þessu sessioni, svo lengi sem ég tók eitthvað frá þessu sessioni sem ég get síðan nota. Þannig að þó ég snari, ok, hefi single dag, wow, það var bara 115, þú veist, hjá mér. Og ég bara, ok, þetta var sant, það voru engin fail þarna, þú veist, það voru teknilega góða lyftur, það var bara ekki nóg mikið power í dag, skilur. Og það er bara alltaf lægi. Mér finnst ég ekki þurfa þá að fara niður í droppa niður í 90 og gera 30 singles for time. Nei, þetta er nákvæmlega sem ég er að tala um. Ég þarf ekki að gera það. Af því ég næja að taka út úr þessu á annan veg. Af því, þú veist, ég er búinn að gera það sem ég átt að gera, ég er búinn að gera vorkið. Ég þarf ekki að adda inn einhverju bara til þess að láta mig líða illa og fá hjartsláttinu upp og svitna. Frekar að nýta það sem ég var að gera og fókusa aðeins á það sem ég var að gera og það sem ég kannski gerði vitlaust eða það sem ég gerði rétt.
Og það erum að tala snörun og þú ert mikill áhugamaður ólympískar lyftingar. Hver eru tölurnar hennar í ólympísku? 131 snörun. At bodyweight svona 82,5. Í alvörunni? Já. Anni var hann svona, vorum við æfi í skeifunni, þú varst líka þarna og Anni var eitthvað svona ganga hringin eitthvað, hvað þið þungir eitthvað, þetta eðlilegt. Ganga hringin, strákar, hvað þið þungir? Já, Snorri, hvað þið þungur? Nei, þú veist, þetta var bara svona, menn voru alltaf að meta, þú veist, hvað maður er að lyfta versus hvað líkansþyngd. Já, það var svolítið málið. Menn finna það ekki mikið í dag. Nei, en ég meina bara, ólympískar lyftingar snúast það. Já, þú þarft að vera í þyngdarflokki. Og þú fær hærri stig því léttari sem þú ert og þyngra sem lyftir. Í crossfitinu finnst mér þetta að vera svona hvað 8 snurun? Já, algjörlega. Þá skiptir einhver máli. Það er engin viktaður. Ef það er Þröstur og snar 145 og Björgvin snar 130, Þröstur bara, ok, miklu betri. Já, hann er miklu betri en Björgvin. Það snar bara 145, hann snar bara 130. Einmitt. Og þú varst þá 79 kíló. Sagði ég það? Já, þú varst 79 kíló, hann er mörg ár síðan. Já. Og Anni var bara, ok, einhver að gefa Bjögga að borða. Bara, þetta er ekki hægt. Þú getur ekki verið undir 80 kílóum og fara að keppa í crossfit. Já, það. Hvað ertu núna? Ég er svona 84. Þú ert svona léttur. Já, ég verð ekki þyngri en það. Hvað er það average weight í... Hún er aðeins þyngri, sko, ég held að sé svona 86. Heldur hún sé ekki 90 eða 88? Nei, þetta eru svo litli gæjar, margir. Já, það er nefnilega málið. En ég væri samt til að vera, ég held ég væri huge 88 kíló. Það væri geggjað. Það er huge bara ramminn á þér? Já, bara, ég er nettur þá. 5% feita, 88 kíló, bara buff. Björgvin The Shadow Guðmundsson. Já. Shit, það var grjótart. Það var grjótart. Hvað átti clean and jerk? 158, fuck maður, ég þarf að fara að clean and jerk á 160. Bara málega maður ekkert mikið að því núna. En ég er búin að cleana 70. Hæ? Ég er búin að cleana 12 kíló meira en þú jerkar? Ég er búin að cleana 170. Nei. Já, þú ert búin að jerka blokkum eða... Og jerka 162. Ok. Þannig að þú ert samt alveg undir í jerkinu. Já. Hvað með hnébu? 210. Ég fór... Já, 210. Ég hef tripla 200. Jú. Og þetta 250. Bench press 140. Það er svona Það er gullmedalíðan þín. Já, en maður er þetta til að það er alltaf nett að 150 back að geða þetta. Akkur getum við ekki bara sett sér í þryggjast það? Já, 100. Já, þetta er 100. Það var svona Settum okkur bara við það. Já, 100. Hvað með svona aðeins undir lokin fólk sem er þú veist sem langar að bæta sig þú veist út af það er gaman að fara í crossfit og æfa 4 sinnum í viku en síðan er líka geðvikt þegar þú dettur í pakkan þar sem að þú bara beilar á jamminu og þú ert að fara á æfingu á laugardagsmorgun og þá ertu bara, herru, ég þarf að vakna snemma fyrir æfinguna út af ég þarf að borða eitthvað og svo þarf pre-workout, láta það kick in pre-workout og það þarf að kicka inn og síðan þarf ég að negli mig 22 grömmum af próteini nákvæmlega leið og ég er búið með síðasta reppi í æfingunni. Hverjar eru svona reglurnar og hvað hefur þú lært á þessum tíma sem þú ert búin að vera að æfita út? Þú ert búin að vera, ekki nóg með þess að þú ert búin að æfita frekar lengi, þú ert búin að æfita frekar mikið. Hvað ertu svona búin að læra? Að consistency is key. Ok. Það er svolítið mikið þannig. Það er ég hef reyndar aldrei á ævinni sleppt æfingu. Ég hef aldrei gert það. Nei, ég sé bara veikur, bara með hita og má það ekki og það myndi actually gera mér slæmt. Ég hef aldrei bara í lífinu hætt, ekki mætt. Það gerist ekki. Þannig að þú veist, consistency og að vinna í veikleikum hjá sér og að það sé allt í lagi þó að það gangi ekki allt upp. Og 1, 2 og 3 það ert að gera það fyrir sjálfa þig. Það er svo mikið af fólki sem er svo mikið að spá í hvað hinn er að gera, hvað annað fólk er að gera. Hvernig er að æfa þá? Já, bara hvað þessi snaraði í dag og ég get ekki skráð á töfluna fyrir crossfitara sem að vita hvað er að tala Get ekki skráð á töfluna niðurstöðunar af því að þessi snaraði meir en ég, að þessi var fljótar en ég þessu. Veistu hvað er að tala Já, ég tengir samt ekki Nei, ég veit það, ég veit þú tengir ekki þú er aldrei verið svona, þess vegna ert þú ennþá í crossfit Droppa egoinu Hefur einhvern tíma verið þannig sjálfur staðið þig að því að vil ekki skrá eitthvað eða svona verið bara hei Björgvin, svona gerir maður ekki sjálfur Já, líklegast Já, ég held það, ég hef bara svona En þá hef ég líka mynd með það bara hei, þetta er ekkert svona
Læri frekar af þessu Það læðist alveg að þér. Já, mér finnst líka geðveitt en einhver vinnur mig hundleðilegt en það er samt bara svona, ok, hey, hér er opportunity að gera eitthvað betur. Þið bauðst einu svona að æfa með Rich Froning. Já, þegar ég hitt hann fyrst á eða þegar ég talaði við hann fyrst ég þorði náttúrulega ekki að tala við hann á Games, en ég talaði við hann Invitationals 2014 í San Jose og það var bara, ég var svo stressaður sko bara sagði bara við hann heikalni ég verð bara að segja það ég er bara búin að horfa á öll YouTube-vídeóin 100 sinnum og ég bara þú ert bara ég var biggest fan bara by far það bara getur ekki verið að sé einhver annar sem er meira fan og hann var ekkert eitthvað hann var ekkert hræddur sko hann sagði bara já ég var svona líka við Jason Khalipa Í alvörunni? já hann sagði það bara Ok, það er stórt. já Og hann býður að æfa með þér? já bara Æfa með sér? segi bara ok bara hit me up eitthvað fáðu bara númerið mitt í Annie á þessum tíma þá veistu þau náttúrulega þekkjast og getur bara fengið númerið mitt í Annie og við getur bara komið til minn ég er að byggja nýtt hús núna og bara leið að það er búið þá getur bara komið og gistur bara heima og getur bara verið eins lengi og vilt Og hvað gerir hverageringurinn? hann fór til Hveragerðis hefur verið þar bara síðan ég er alltaf að segja við mig sant? Ég verð að tala hann í fá mailið hans og senda hann það gerist aldrei sko Nei, en ég er búin að hitta nokkur sem eftir þetta og það er bara svona alltaf gaman fæ ennþá svona butterfly sko Já, við hittum hann alltaf hérna á Invitationals 2015, já 16 down Það sem vorum í Madrid já við vorum eitthvað fuck í honum Já Kallinn tók upp Instagram-vídeó með honum og eitthvað svona já Hann er gott hann er nettur hann er fárlega nettur Þægilegu gæi Rosa þægilegur Rich hann svo hvað það er svo gott að þekkja hann En hvað ertu búin að læra með svona post-workout nutrition og svona þetta sem að fólk þú veist, pæli mikið í út af það er þú stendur á milli svo margra optiona það er bara ætlað þú að vera paleo ætlað þú að vera vegan ætlað þú að vera low carb er best fyrir að vera low carb ef þú ætlar að styrkja þig æfa mikið verða býst þá ertu ekki paleo sko Hvað myndir þú segja við Snorra 2013 sem var þú veist 62 kíló og á hvað fara paleo Nei, ég hef aldrei verið paleo já ok en bara sem þú veist, hann var á leiðin að fara að styrkja sig Já. sem hann nú gerði en hvað veist þú í dag sem að elsku litli Aumi Snorri vissi ekki þá 2013 Snorri hafði óbeit á kolvetnum og hann langaði ekkert í svoleiðis og hann ákvað að taka þá ákvörðun að gera erfiðasta hnépið prógram á jörðinni Já, reyndar back to back, tvisvar sinnum kláraði á sinn hnén fór í heimstressu misti öll geinin og bara hann búin að gera margt sem að hefði betur mátt fara Ég var svona meira vonast eftir einhverju svona já, sko, hann hefði átt að borða þetta og æfa svona og svo og svona en við getum líka alveg að fara í dítilin á þessari sögu En ég meina, fyrir mig, mitt leiti á post eða during workout kolvetni Þú ert ekki low carb gæi Nei, ég veit það er bara ekki hægt sko Hvað eru að tala um? Fuel 5 bara eitthvað kolvetni á mann æfingunni stendur sippa á, af því að þú veist það er fárlegt, mér veist það besta fæðubótin Frekar heldur en þú veist prótein eftir æfingar æfingar Jú, gera það alveg en mér finnst quality æfingarinnar verða meira ef ég er með kolvetni á æfingunni Ég er náttúrulega æfið samt í 2 tíma skilur 2,5 eða eitthvað en að vera að sippa á svona dóti kolvetnum á meðan ég ræfa það er bara svona það er actually bara energy levels haldast uppi finnst mér og svo er alltaf að henda sér í grótaran protein shake eftir æfingu, þú veist það alveg en ég meina, mér er ekkert að deyja þó að ég fá mér ekki protein ég fæ bara heim að borða sko. Hver eru svona síðan reglurnar hjá þér? Þú veist, þarf það að sofa 8 tíma eða? Já, shit maður ég er alltaf tilbúin kl. 9 sko. Hvað meinar? Ég er alltaf tilbúin að fara upp í rúm kl. 9 sko. Já, 9 á kvöldin? Já, ok Í alveg? Ég get það alveg sko og ég get bara að sopna hvenær sem er sko En þegar þú sendir mér message klukkan 4 nóttina Já, fyrir open það var líka open og ég gæti ekki sopnað Hvað var það aftur? Herri Snorri, við þurfum aðeins að færa þetta aftur Ég get ekki sopnað, heyri þér í hátdeinu Já, ég ætla að koma hérna
hvað, þú ætlar að taka þetta klukkan 10 eða eitthvað, 9 eða 10 Já, rídúið já, 84 skistaði á móti Panchik. Já, ég var ennþá á Arizona time. Já. Ég held að Arizona veri ekki stutt frá Íslandi. Það er bara vestuströndinni. Já. Bara, Hvað, 7 tímar eða? Já. Já, bara alveg jetlagaður í drasl, sko. Og þú kemur síðan heim og ætlar að rídúa, sína hvað í þér býr. Og ég var tilbúin að mæta þannig 10 morgunin í Hveragerði og þú sendið mér message klukkan 4:30 nóttina bara, herði, það er smá stress í kallinum, það er ekki alveg að sofna, smá tímamismunur. Já. Ég heyri bara í þér háti. Já, og þetta gekk síðan vel. Gekk vel, og bættu hvað, tæpa mínútu eða eitthvað? Já, hvernig. Herði, eitt varandi samt styrtaprógram eins og vorum að ræða. Þú varst, það var viðtal við það sem var eitthvað grein bara eitthvað hver þín ráð, eitthvað, getur gefið okkur 3 ráð fyrir styrk og þú sagðir hnébeygja, deadlift og pressa. Er þetta svona simpul eða? Já, þetta er bara svo mikið whole body exercises. Já, þú vilt ekki isolata? Nei, það er alltaf lagi, en in general hnébeygja, transferar yfir í svo mikið. Deadlift, posterior chain, bara bakið, fæturnir og svo pressurnar, axlapressa hjálpa þér í backpressu, axlapressa hjálpa þér í jerky. Ég veit að mismunandi eftir seasoni, en hvers oft tekur þú styrk í viku? Núna bara, bara sem bara sérstök styrta session, 4-5 session í viku. Ég er reyna að halda eins og við getum í styrk, sko. Þú líka mátt nú ekki við því að missa styrk. Nei. Við skulum bara vera fullkomlega hreinskilnir hérna. Skulum ekki vera að draga úr þessu, sko. Við skulum ekki ljúga neinu, þú fyrst protein bar fyrir þetta podcast. Já, það var sjúkt. Það var sjúkt. En með keppnis síðan, hvað segir maður, keppnis svona tímabil þegar þú ert að fara regionals. Hvað ert að borða fyrir, á keppni? Já, mikið einföldu kólatum, þá eru þau eiginlega svona eins preferred, segir Mr. RP. Að þá er ég rauninni bara að reyna að hlaða eins og ég bara get, sérstaklega kvöldin, og hann segir bara, gaur, ef þú getur ekki borða meira, þá byrjar þú bara að drekka. Mér er alveg sama hvað þannig. Þannig er ekki alveg vatn þá? Nei. Protein. Nú, en ekki juice og kók og... Jú, ekki kók. Mér er alveg sama hvað en ekki kók. Já, það er svona síðasta sort. Ég þurfti að vera helviti sattur til þess að ég færi að skella í mig einu kókglasi. En byrju þannig, kvöldi fyrir keppni, þá ertu bara að lóta þig? Já, og á keppnis eftir fyrsta dag og eftir annan dag. Af því yfir daginn nærðalega að borða en kannski ekki vola mikið. Stress og svona. Þá reyni ég að, á kvöldin, seinnipartinn reyna bara, hlaða, bæta fyrir það sem að allan missin yfir daginn. Það er svo mikið stress og svona. En vikunum fyrir? Sama, bara eins og ég er að gera núna. Já, en þú ert bara venjulegur. Já, ég er bara venjulegur, en við erum náttúrulega að dílóta, en ég held samt áfram að borða ég mikið þó ég sé að æfa aðeins meira. Alltaf, þannig að það er aðeins meira að koma inn heldur en fór út fyrir. Já. Hvað ert að taka í kaloríum á dag? Svona 4.600 eitthvað. Já, ég ætla bara svona 4.600. Gett nákvæm tala. Já, 4.636. Nei, já, eitthvað 4.600 er svona, það er flott. Og hvað ferðu á keppnistegi? Er það kannski ekki svo nákvæmt þá eða? Nei, ekki svo nákvæmt, en þá er ég bara að reyna að koma öllu niður og bara bam. Ég reynir samt að fá náttúrulega bara nóg af kolvetnum. Og er það bara í gegnum alla keppnina eða er það bara... Og það er bara á mótnana? Já, á mótnana hefur maður potið minni list, skilurðu, fyrst í keppnistaður, potið ekki geta neitt, sko. Kúast bara og... Út af stressi? Já, reyna að koma niður einu eggi og eitthvað. En það skiptir kannski ekki öllu máli, daginn áður er ég potið búin að ná að borða fínt. Þannig að þó að morgunmaturinn, ég náðu kannski ekki eitthvað að klikka miklu niður og þá, er ég samt að þá skiptir ekki öllu máli. Þannig að fótboltamaður sem er að keppa leik á sunnudegi, hversu miklu máli heldur að morgunmaturinn sem fær sér skiptir miklu máli? Mentally kannski eitthvað, en ég held að ef hann borðaði daginn áður mjög vel og kvöldun áður, það var alltaf leið. Og þú ert að tala mjög vel, það er mjög mikið af næringu. Hollur, góður matur. Það er næringar á þitt. Já,
Ég ekkert mikið að ég ekki í þessu þannig að ég sé að fara að missa öll tengsl við mat vegna þess að fattar mig, ég vil halda áfram góðum tengsl við mat, mér finnst gott að borða, góður matur er góður og mér finnst allt til að leifa mér eitthvað þegar einu sinni í viku. Þegar þú lefið þér, hvað ferður? Já, bara pítsu, hamborgara nammi, sviðakjamma. Nei, Íslendingurinn. Nei, já, bara eitthvað svona basic stuff skilur sem að, mér veist, já, pizza, ég elskar pítsur. Var það Freyserinn sem var að vinna með Ben & Jerry's og rjóma? Já, það er þetta ógeðslega gott, sko. En af hverju, þú veist, minnst bara eins og sérst að þinna ísinn út með því að láta rjóma á hann? Já, en það er sann, hefur ekki prófað þetta? Nei. Þið hefur ekki prófað þetta? Held ekki. Og þið verður að prófa þetta, sko. Já, þú veist, ég bara hugsa, skilur, akkur þinna ísinn út með meiri rjóma. Já, nei, það er bara, þú veist, setja þetta bara út á og þeir ekkert fara að blanda þessu saman en eitt, svo bara tekur það smá rjóma bara bleytir hans upp í ísnum. Já, rjóma og ís í skeiðina og það er það sem að gera bara svona feitt bragð. Ok, ég þetta er eins og, þú veist, Coco Puffs sem er geðvægt með mjólk út á, það er eitt. Coco Puffs með rjóma út á, það er annað. Já, ég veit það. Þetta er svo, já, mér langar í þetta núna, sko. Máttu leyfa það núna? Ertu strikt? Já, ég frekar strikt, sko. Það er svona einn dagur, sunnudagur, ég er náttúrulega að æfa núna föstu laugardag sunnudag, og það keppnin er föstu laugardag sunnudag. Já, þú ert bara undirbúið fyrir regionals. Já, það er bara 2,5 vika eða? Já, 2 vikur. Já, 2,5. Akkur ætlar að standa á höndum? Já, því að búið að koma fram hana Dave Castro, sagði að það kemur sér að pallur upp, sér að brekka upp, sléttur ofan, 4 tröppur niður og ég lét pappa búið til. Smíða svona pall. Sem að þú gengur á höndum yfir. Þannig að hann er búin að tilkynna að þetta kemur út. Já, búin að tilkynna það, sko. Ætlar að taka sigur á regionals? Já, það kemur eiginlega ekkert andri greina. Það er bara markmiðið. Þú ert komin bara á þann stall að þú verður Evrópumeistari og annað er bara disappointment. Fyrir mig? Já. Þú veist, er ekki að skilja rétt? Ég er ekki að fara til neins annars heldur en að gera það. Koski er bara ekki lengur. Hann er ekki með þetta árið. Já. Hvað heldur að annað, út að Castro sagði að regionals er eitthvað sem að íþróttamennir hafa aldrei séð áður? Er það? Já, það ekki. Segir hann því alltaf? Jú, ég held það. Já. En hérna, manstu, hvað var það ekki fyrra þegar að hann tilkynnti að það yrði engin lóð eða hvað? Enga stangir. Enga stangir, hvað þýðir það? Og hann var bara með handlóð. Þið tóku engin clean og jerk eða snaranir eins og ólympískar lyftingar eru gerðar? Nei, það var bara handlóða, overhead squat, handlóða snurun og clean með sandpoka. Geðveikt leðilegt, sko. Leðilegt regionals? Já, veist. Nei, ég vann það. Gaman að vinna? En ekkert eitthvað var spennandi. Það var ekkert snörunastigi eða þung clean eða eitthvað svona. Nei. Manstu eftir þegar að það var tilkynnt Open-æfingin 2012 þar sem Rich Froning og Dan Bailey voru að snara 30 sinnum hann á móti hverjum. 30. Og Rich fór í, þú veist, 7 eða 11 liftur á 95 eða eitthvað. Þetta er bara eitthvað fallegasta vídeo á YouTube. Ég veit það. Ég veit ekki hvað ég horfa á þetta oft. Og líka hérna þegar hann var að snara og doppelöndur sig á Regionals, eða ekki? Regionals 2012. Já. Kláraði stegan, 275 punda snörunin, 125 kíló. Manstu þegar hann snaraði líka rifið upp endalasta vídeoum, en manstu þegar hann hérna á Invitationals, 305 pundin eða? Nei, þegar kom vídeo á YouTube þar sem að hann clean og jerkaði 147 eða eitthvað svolítið. Þetta er úti? Ég held að það var inni. Nei, já. Ekki hérna í mountain eitthvað með hérna. Hann og Easy. Já, nákvæmlega, og tekið svona vertical. Nei, það var ekki 147, veistu hvað það var? Hvað? Það var 375 pund. Nei, það var 370 pund. Sem er, heyrðu, það er rétt sér. Það er 170. Já. Manstu eftir því, Frolli var 2012 að clean jerk á 170. Var það þá? Já. Þú veist, ólympískar lyftingar er einhvern veginn svo risa partur af crossfitið hugsa það, en er það þegar þú ert að keppa? Hefur einhvern tímann komið games þar sem þú ert ekki látin bara að segja, þú veist það sem er bara sagt við basically, ef þú ert ekki búin að æfa snurun og clean jerk og ert ekki sterkur, þá ert ekki að fara að pleysa hátt í þessu eventi. Nei, það er bara svo mikið af votum sko sem að tengjast ólympískum eitthvað hátt. Barbell cycling og síðan er alltaf yfirleitt eitthvað vot sem er max átt. Þú veist, Fraser er náttúrulega ólympísku lyftari fyrirverandi. Men hann klikkaði bakgrunn sko.
Já, hvernig heldur það nýtist honum, þú veist? Mjög vel. Já, en hvernig að fara yfir úr svona fast twitch fiber sporti yfir í bara... Hann samt var greinilega mjög móttækilegur fyrir slow twitch. Augljóslega. Hvað, hann með einhver svona feats í einhverjum, þú veist, hvernig hann að standa sig í róðri og hlaupi og svona hjóli? Já, bara freka vel sko, þú veist, ég vann hann eins og í sund hlaupbútinu og svona, en hann samt bara 70 eða eitthvað. Hann samt bara, hann málið bara, hann alltaf í top 10. Já. Þannig þú veist, það hann bara að púla það sem Froning gerði. Já. Hann bara var ekkert endilega alltaf í fyrsta setinu. Nei. Hann var bara aldrei langt frá því. Nei. Nema þegar hann þurfti að fara í kalana og þegar hann þurfti að hlaupa þarna. Já, og ég tók fram úr honum og hugsaði með mér, ætti ég að hjálpa honum? Þetta er góð verið. 2014. Þetta hjálp? Já, svona, og fram úr honum eitthvað svona, hlaup fram úr honum bara eitthvað, þetta Froning? Bara eitthvað, ég að taka fram úr honum. Ég þetta hjálp. Fuck. Herðu, talandi að hlaupa fram úr. Þú keftir einu svona í 10 km hlaupi á Selfossi. Já, brúarhlaupið og þú ert restur á stað. Já. Og áður en að þú ert restur á stað þá er restur á stað 21 km hlaupið. Já. Þú ert komin hvað, 6-7 km eða eitthvað? Eitthvað svolítið. Það er svona, það er svona 4 km eftir. Og þá heyri ég bara í fjarska bara eitthvað svona baff, bara svona eins og já, ok, betur gaurinn sem var að taka fram úr á hann bara, ætlar hann bara að klára sig að stutt eftir. Hugsaði, þetta síðustu 400? Nei, þá var þetta bara Kári Steinn á 50 km hraða og bara skilum eftir og ég bara svona næstu í snýst einhvern veginn bara að því hann kemur svo hratt fram á mér. Pældi því. Þá var hann bara hamra 21. Þú ert að taka 10? Ég er að taka 10, þunnur með bíllyklan í vasanum. Og Kári Steinn, hann er bara, þú verður að sjá þetta að þú fattar ekki hvað hann er að hlaupa hratt, sko. Þeir eru að hlaupa á svona 20 km hraða. Þetta er bara 400 metra pace. Þú ert búin að æfa fótbolta í 14 ár. Já. Þú ert að hlaupa, ok, reyndar, með bíllykling í vasanum. Þú ert ekki að ljúga því. Nei, ég er ekki að ljúga þessu. Og þú ert búin að hlaupa miklu styttir en hann og ert að hlaupa overall miklu styttir en hann. Já. Og hann er búin að hlaupa lengur en þú en hleypur samt fram úr þér. Já, og örugglega 2 sinnum hraðar. Já. Á leiðin að taka 21. Þetta er mjög impressive. Sá gæi var búinn að æfa zone 4 sko. Já. Hann var búinn að hita upp zone 4. Klálega, og hann bara skilar miklu efforti á lágum, eða miklu efforti bara áreynslulaust. Getur fólk grætt að það að kaupa sér svona púlsmála og byrja að æfa eftir það? Já, bara klálega sko. Þetta er líka bara gaman að fylgjast með þessu sko. Nefnilega, gerði þetta í gær. Já. Fór á svona nýja concept-bækið. Já, þannig að C2. Já. Hefur pröfað það? Já. Og ég náttúrulega leit út alveg eins og okkur games athlete á þessu. Og ég var með púlsmæli og var að reyna að halda mér upp í aerobic thresholdinu. Já. Sjekka með sveiði lærin maður. Ekki, það er nefnilega, svo er það þannig að þú veist, eins og ef þú ferð þetta hjól þá taka lærin við, að þú ert basically bara að hjóla með lærunum. Þú ert að tala miða við assaultbækið. Já, það eru aðeins meira bara svona lungu. Já. Minna læri, samt mikið. Hlaup, hamstringin, hjartslátturinn. Kannst þú alveg að hlaupa það? Já, mennur stílega sér. Já, þú veist eins og bara heelstride og allt þetta. Nei, ég reynir ekki sko. Ég er ekki það góður í því en ég er ekki lélegur að hlaupa sko. Nei, þú ert líka búin að vera að gera það lengi. Já, ég er líka búin að gera geðveitt lengi sko. Já, þú er ekki eins og þú varst að taka fyrstu 400 metrana en þegar þú byrjar í crossfit. Nei, það er nefnilega máli sko. Já. Á hvað klárar það þessa 10 kilometra? Með Kára. Þegar þú og Kári hlaupið saman. Rétt rúmlega 40. Já, það er mjög öflugt. Það er gott pace. Tekur 5 km undir 20? Já. Þú gerir það? Já. Ég hef hlupið 5 km á lágum 19, mjög lágum 19. Sem sagt nálægt 19. Yfir 19 er nálægt því? 19-0 eitthvað. Einmitt. Ok. Pældi því. Og þú, hvað heldur að... Það er way back sko. Já, ok. Þannig að kannski clean and jerk er ekki 150 á þeim tíma. Nei. Ok. Kannski 100. En heldur þú getur ekki hlaupið 5 km undir 20 í dag? Jú. Þetta er náttúrulega málið. Ég er alveg, veit ekki að það, já. Réttilega. Þú ert það well-rounded bara sem crossfitari. Já, ég get hlaupið undir 20 öðlega, sko. Ég get lofað því. Ég þarf eiginlega að fara að gera það. Þú lofað þér? Hendi ég það áður en ég fer út að keppa regionals. Nei. Bara núna næstunni. Ég skal koma með. Hvað er framöndan eftir regionals?
þú gerir ráð fyrir að komast á games? Já, það er bara geng út frá því eða þú veist, geng ekkert út ég þoli ekki að tala svona þú veist, eitthvað svona, við þurfum að skipuleggja þetta ég bara, nei, við erum fyrst að klára þetta þú veist, og ég er bara svona áæritt með það en þú veist, ég er bara búin að ákveða þú veist, ég ætla að komast ég ætla að reyna að vinna og svo er bara games prep 4-5 vikur úti og bara negla á pódium. Þú ert að vantilega að fara að æfa með Anni og Fredrik. Já. Hvernig er að æfa með þeim? Mjög gott. Akkur? Það er allt mjög svona struktúrað, það er, veist, við erum bara öll einhvern veginn svona, hvað ég segja, við erum vel svona synkuð. Ég held auðvelt að vera í kringu þau, þeim finnst auðvelt að vera í kringu mig. Og þetta er svona easy going bara, þú veist, fyrst gaman að æfa, við höfum verið að æfa saman hvort þannig að það er alltaf lægi að við getum alveg verið úti saman í 5 vikur og við fáum ekki ógeð hvort öðru. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög gaman, sko. Hvernig er að, hefur ekki eftir eitthvað með þresti eða? Jú. Hvernig er að æfa með gæja sem er mjög sterkur? Mjög gaman, það er mjög gaman að æfa með þresti. Er Ég ekki held fínt? að hann ætli að koma með. Á Games Camp? Já, bara koma út til okkur. Já, ok. Sorry þjóðatíð en ég þarf að beila. Ég er bara að fara með í þetta Já, Games Camp. Erum við ekki aftur að tala um Games á þjóðatíð? Því miður. Þetta er erfitt, sko. Þetta er, þú ert í svona tilvæstakrabbi Já, yfir þessi helgi. ef að þú væri ekki atvinni íþróttamaður þá væri þú á þjóðatíð. Það er 100%. Já, það er reyndar. Þú varst ekki lengi að láta sjá þig í dalnum eftir Games 2014. Nei, það var bein leið. Það var bein leið. Ég stoppaði ekki heima, hent töskunni inn, náði reggalan út. Tókst 2 í hnépu, nei á háhest, það ekki? Var ekki sú mynd? Háhest og í hnépu. Já, það ekki? Varst með einn ónáður í háhest og Þóri. annan ónáð þeim. Og svo einhverja stelpu og hana Þóri, já. Eitt með, ok, fyrst þú nefnir Þóri og hérna með svona gen og svoleiðis. Já. Þú veist, þú ert augljóslega að mæta mjög gifted inn í hennan leik. Já. Þú kannt að hreyfa þig og þú, eins og ég er að tala um, þú ert að snara 80 kílóum bara í fyrstu tilraun, þannig séð, skilur Ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað að þú mætti með forskot. En þú veist, Þórir og margir af þessum gæjum sem eru, sem sagt Þórir litli bróðin, Já. var að koma fram. Já. Þú veist, hann var alveg að gera góða hluti meðan við hvað hann synti þessu skelfilega. Já, meinarðu crossfitið? Já. Já, og bara, og þú veist, ég held að Erik hafi einhvern tímann sagt Your brother is more talent than you. Einmitt. Has more talent than you. Ég bara eitthvað, ok. Já, en þú veist, ég meina það sýnir bara líka hversu lítið þetta kemur niður á því. Já, þú veist, hann er að segja, þú veist, hann er allavega 100% ekki við minni talent heldur en þú. Já, og þú veist, og ég meina, þó svona sem meiri talent en þú, þá, Kemur það, þú veist, þá er þetta þú sem ert að fara að segja þetta út af Já, bara já. dedication. En þú veist, hann var alveg, en hann ekki alveg með, er hann með 100 kíló á snurrun, eða? Já. Og þú veist, var bara svona að sína alveg hrottalegar tölur miðað við hvað menn voru að, menn mista ekki úr djammi. nei, Aldrei. það var ekki einn dagur úr helgi. Þú varst með hann B5 í fyrsta skiptum daginn. Já, hann sýndi mig B5. Þú varst edrú. Já, sjaldan liði jafn illa, sko. Sast undir skiltin. Dró mig eitthvað með sér hann inn, eitthvað ógeðslega skítut og þetta kvöldi var ekkert byrjað, þannig að, þú veist. Aha. Ég elska, Hann þekkti öll hotn, hann. ég fæ alltaf að sjá þegar þú ert að djama. Það er alltaf einhver sem sendir mig snap. Baby Björgvin að djama. Já. Klikkar ekki. Yeah. Ekki það að sé oft. Ég hreinskil með það. Það er nú ekki gerst oft. Alls ekki, sko, en bara Þú lifir samt að lífinu með að við að vera svona strikt, þú veist, eins og tala um að Já, því ég þól ekki að, þú veist, maður fer þarf ekki að taka öllu svona alvarlega, skilur Nei, við. Þú teku öllu og bara geri eins mikið úr því og ég get úr öllu sem að tengist þessu. Þú gerir það fagmannlega. Já, en ég má samt alveg tala við eitthvað. Þú veist, ég má alveg chilla og það er alveg gaman að hlæja, skilur þú veist, það mátt alveg vera eins smá jolly, sko. Ég meina þú fyrir út á vélsleðan. Já, bara fokkast eitthvað svona, þú veist, bara sinna áhugamálum, þú veist, fyrir utan þetta. Hver eru þau? Ég fyrir mikið, á veturna er bara, þú veist, snjóbretti, vélsleðar, einhvers konar bara úti vera hjólinn á fullu. Já, sumurinn, náttúrulega meira mountain bike og svoleiðis. Ég reyndar ekki spila fótbolta lengi en langar actually að fara að gera það, ég ætla að gera það meira í haust. Spila aðeins aftur og gera eitthvað svona gaman. Spila skvass með félagunum, það er geðveikt sport. Ertu ekki að veiða eitthvað líka? Veiða, þú veist, skjóta á fullu.
Hvað er það skjóta? Gæsir, rjúpur, endur. Er það gaman eða? Já, það er action. Hvað er þetta skjóta? Við bara sem sagt biðum leyfi frá bændum. Við náttúrulega erum úr sveitinni. Já, Keirum bara hringinn og hringjum í bændur og spurnum hvort við hefum skjóta gæsir á túnunum hjá þeim. Og þeir bara segja annað hvort já eða nei. Svo eru bara mættir eldsnemma að stilla upp 100 gervifuglum og bíðum bara. Geðveikt sko. Ok, en þannig að það er ekkert geðveikt á meðan því stendur en rewardið er svo mikið. Það er geðveikt þegar að action er í gangi. Já. Það er bara, þú ert bara með haglabyssu og að dundra niður fugla. Það er mesti, ég get rétt ímynda mér hvað þú fær mikið út úr því. Já, það er mjög mikið. Ég fær mjög mikið út úr því. Hverjir eru svona up and coming íþróttamenn sem að Íslendingar veit ekki af en er að fara að gera góða hluti í crossfitinu? Íslendingar eða? Já. Sko ég held að sé að fara að koma svona next generation stelpur bráðum. Veit hann ekki alveg hvað það heita. En það eru margar svona búin að sína svona fram á, þú veist, ágætan styrk með ungan aldur og svona gott conditioning og ég var að horfa á okkur stelpunir í Cross Reykjavík daginn, var að taka okkur qualifier fyrir eitthvað að komast inn á games sem teenage. Já. Hver er það? Ég verð að játa mig sér hann þar. Ég þekki ekki nógu vel. Nei, sko. En hún var bara, leit bara hella vel út og bara klikka engine og bara ég held að hann hafi komist. Já, það ekki? Jú. Það er hellað. En hann hérna í XC. Já, Haraldur. Já, veist, svo er hann náttúrulega bara líka, hann er bara að fara að koma. Ég held bara næsta ári að kvolur að færa hann potið bara sem meistarlingur, sko. Ertu talað um á regionals? Já. Fullorins? Já. Hvað er hann gamall? Hann er komin sérst upp í þetta fullorins. Þannig að hann er ekki lengur teenage. Það er ekki eftir 17, er hann 18 ára? Ég nefnilega þekki ekki neitt þess. Hann er annarkvort 18, já hann er 18, eða 19. Hver er standardinn í dag? Bara hvað þarf þessi íþróttamaður að geta gert? Þú ert alltaf snara 120, sko. Þú ert að clean and jerka 150. Gerir hann það? Nei. Það er það sem vantar, sko. Það er eins sem vantar. Hann er með klikka engine, geðveitt gymnastics. Gott svona, hreyfir sér sérstaklega vel í rauninni og vantar bara í rauninni að verða manni. Skilur þú veist, hann er bara strákur. Já. Hann er potið eftir að vera geggjaður, sko. Rólur að segja að verða snara 120 og þú sért bara með 125. Nei, 131. Já, þú veist. Já, ok. Varstu ekki að keppa daginn á móti? Já. Misti 30. Já, reyndi 30. Ó, ok. Ég held að þú hefði bara stoppað í 25. Fekk hérna no-lift á 145. Sko, press-out. Í alvörinni? Já. Djúlega gott aðeins maður. Já, þetta skilti sem ég fæði no-lift. Eina sem ég hef eitt sem ég hef gott að segja þig er að alltaf kunna að meta þegar þú tókst alltaf þátt í Íslandsmótunum. Já. Út af því, þú veist. Var ekki með stæla. Varst ekki með stæla. Út af því að það svona vantaði svolítið að, þú veist, hetjan í sportinu sýnir sig á local eventinu. Já. Það var geðvikt. Mér varst líka geðvikt að keppa á þeim mótum. Hvenær var það sem þú lendir í öðru sæti fyrir einhverjum árum? 2012. Þegar Logi Geirsson kommentaði eitthvað sem, þetta er ekki maður, þetta er vél. Já, byttu nú þú veist eitthvað bera ofan og ég var bara eitthvað holy shit, Logi Geirs er bara að kommenta á mynd að Bjögga. Það er eitthvað að fara að vera úr þessu manni. Sjöld maður, ég mani þessu núna þegar þú segir þetta. Já, ég voni ég sé ekki rugglast á okkur gæðum. Ég veit ekki hvort allir vita þetta, en þú vannst mig uppbyggingakeppni RX. Nei, hver voru með það? RX frétta. Við erum búin núna að tala saman í 2 klukkutíma og 24 mínútur og það tók þig svona langa tíma að nefna þetta. Já. Þetta er eina sem ég er búin að reyna að veiða upp þér. Þú vannst mig 64 uppbyggingar gegn þú varst bara í einhverju chicken 50 eitthvað ekki. Já. Þetta er það sem ég hef alltaf hatt á þig. Já. Þetta er svona þinn akkilausa hæll gagnvart mér. Já, mjög spældur. Hvað var þetta? RX fréttir héldi einhverja uppbyggingakeppni? Já, og svo var eitthvað annað. Jú, þú veist, örugglega. Ég fór bara, þú vannst og annað held að. Hversu umdeildar eru þessar kipping uppbyggingar? Hversu umdeildar voru þær? Manstu hvað var erfitt að vera crossfitari og hitta eitthvað sem var í ræktinni og það fyrsta sem ég sögði var já, maður bara eitthvað svona sveiplandi í höndunum eitthvað. Shit, ég fæ alveg hausverk, sko. Ég er ekki allir hættir að tala um þetta. Já, ég held út af því, sko, sér er máli núna að fólki sem, þú veist, var í world-class laugum, það byrjaði að fíla með þetta í vót núna. Já.
Þetta eru bara grótharri crossfitarar. Þið voru að lenda í svo miklum skít. Já, ok, þú veist, ég ætla að segja við út af að ég var að æfa þetta early on og þú veist, þarna var þetta bara já, þú ert að æfa crossfit, þannig þú fær svona það mikla harspyrur og þú ert að vera bara spítala. Já, það var alltaf bara rabdó. Já, bara rabdó og já, þetta er bara asnalegt. Já, og sveiflaðir í svona stöng og fær ótrúlega mikla harspyrur. Shit, já. Og síðan rifna lóiðin og það blæðir honum og þú tekur myndaði og lætið á Instagram. Ég gerði það, ég veit ekki hana. Já, ég hef örgulega gert það líka sko. Já. Sett mynda að rifnum lófa. Heldur það var fyrir eftir myndina sem þú tókst hérna að ferðartöskunni og nanóskonu? Já, örgulega rétt eftir. Jú, ég manna að þetta gerðist þetta rétt eftir. Herðu, geggja stöf maður. Ég hérna bara gangið vel á Regionals. Takk fyrir það, vinnur. Við ætlum að sjá þig pleysa hátt þar. Yes, og svo Games. Kemur þú bara með. Sem kem ég með á Games. Og það á Gaines. Á Gaines. Já. Og það haldið í Madison. Já. Hvernig fílar að keppa í Madison versus LA? Það gott sko. Eða? Já, kaldara, þægilega, gott uppbytunarsveið innan hús. Eða innan dyra. Ertu búin að setja þér eitthvað markmið þar? Ekki að þú þurfur eitthvað að tala um það, en þú veist, ertu að vinna með þjálfaraniðinum að einhverju? Bara pódium. Komast á pódium. Það er 1, grjót. 2 og 3. Hvern þarf það að vinna til þess að taka fyrsta sæti? Alla. Já, en þú veist, hver er það Fraserinn? Já. Hvernig er hann? Pleysa vel, consistency. Hann er bara... Segðu okkur hvernig gaur Fraser er áður en við slútum þessu. Hann er ógeðslega leiðilegur sko. Nei! Í alvörinni? Já, er hann leiðilegur. Hróka gikkur. Hyrðu? Nei, ok. Nei, ok. Er þetta ekki íslensku eða? Nei, ég verður að tala ennsku. Já. Ok. Nei, hann er bara mjög giftið, fáránlega mikill athlet. Já. Så ég held að hann er bara geða ykkur í öllu sem að hann tegur sér fyrir hendur sko, saman hvaða sport það væri nema kannski körfubolti, pínlítill. Já, þar tekur þú hann. Já. Herðu, Björgvin Karl, gangiði vel og takk kærlega fyrir að koma í fyrsta podcastið. Takk fyrir, það er mikill heiður að fá að vera í fyrsta podcastið. Finnst þér ekki? Podcast Snorra Flotta. Podcast Snorra Flotta. Takk fyrir okkur. Yes.